Það komið HM-zone hjá Epic Bet og ég mættur inn í HK-treyjunni með þeim strákum. Teddy Ponsa mættur í 9 Íslands-treyjunni. Já. Og ég ætla að fá að hækka þess í ykkur. Já, það er ekki svona skemmtilegra. Já, það þurfti nú að eld og brennistein til að græða þetta, skal ég segja þér. Já. Búnaðarbankin er ekki að næja þér, heldur Arionbankin sem að skipta inn fyrir Búnaðarbanka. Já, það er fyrir. Það svona sýnir hvað þetta er gömuldreið. Já, og það er búið að vera Kaupþings síðan þá, KB banki, Arion. Þér ertu bara með gamla og góða Búnaðarbanka. Þetta er ekkit eðlilega svöld treyja sem þú ert í. Þakka ég kærlega fyrir nafnið, þú ert glæsilegri treyja. Framsóknarbankin. Já. Svo er það traditionalistin Kelly, hann er í keppa. Hann er í keppa. Ég þarf meiri virðingu inn að handbolta samfélagsins áður ég fæ að fara í 9. Sjáum treyjurnar hérna fyrir aftan okkur, Aron Pálmarsson, sænuð treyja þar, Gummi Gumm, King of Facebook. Hérna veitur okkur, hafið tekið því, Gummi Gumm, er alltaf eitthvað lið að bakka hann upp á Facebook. Hann er bara the ultimate King of Facebook. Facebook fór bara móti Óla Steff í dag, fréttinni á Vísi. Fólk vildi bara kála Óla Steff í dag. Já, fyrir að verja svon sinn eitthvað aðeins og það var bara allt vitlaust. Það var bara foreldrar eru vandamál í íþróttum. Óli Steff voruð einhvern veginn hálfgerður með þess. Sko, mesti kóngur á Facebook, sko, að mínu viti, er Heimir Karlsson. Hann er bara með total backup. En Gummi Gumm og hann, það er því áhugaverður bardagi. Þetta eru tveir algjöru kóngar þarna, því að þetta er yfirleitt ógeðslega gamalt og ógeðslega leiðilegt lið sem dóminar á Facebook. Er þetta ekki tveir víkingar líka? Þetta eru tveir algjöru kóngar í samfélagi. Tveir væksarar. Já. Við eigum Twitter og Exit, við blikandir, þeir eiga Facebook. Við sjáum hér Ísland, Kúba, sjáum við hópinn. Strákar, sáttu við hópinn? Já, það er áhugavert að Haukur Þrastar hann dettur út og Aron kemur inn. Það er hérna... Já, Aron náttúrulega var skráður inn á mótið núna í gær, þannig að það var nú svona nokkuð fyrir sig að hann myndi þá spila þennan leik og flestir að vera spáðanum inn í slóðanleikin. Það er fínt að koma mínútum í kroppin bara. Ég meina, það er eitt að koma mínútum í kroppin en það er eiginlega áhugaverður að handa eftir beintin í byrjunarliði. Já, við sjáum það eftir. Það er líka áhugavert sko bara eins og með Hauk Þrastarsson að þarna er eiginlega Snorri að segja að Þorsteinn Leó sé bara undan in the pecking order, heldur en hann. Sem er svona já, ég er mikill Hauksmaður sko. Já, kemur þetta ekki óvart einhvern veginn með við bara, þú tekur bara hérna félagslega fyrir báða leikmannuna bara haldið að Haukur var komið lengra en Þorsteinn. Já, en á samaskapi sko þá er kannski Snorri að segja þarna að Þorsteinn Leó, hann er með svolítið önnur element heldur en Haukur er kannski með svona svipu element og hinni sem er í þessari stöðu, þannig að þú veist, það er kannski líka bara jákvætt að þora að taka stóru ákvarðanir. Heldur betur. Já, þetta er sko erum við að fara að vinna þetta með einhverjum 17 mörkum? Já. 20. Ok, ætlum við að byrja þetta svona? Já, þetta er byrjunarliði. Þetta er byrjunarliði? Já. Ok, þetta er byrjunarliði, já. Það er mjög áhugavert, bæði Aron og Gísli séu í byrjunarliðinu. Það kemur mjög óvart. Já, en það er svona kannski, þetta er líka svolítið út frá svona varnarpælingum. Já. Að þú veist, Aron getur spila bakurinn og þá getur þú kannski verið með allir Gísli sér ekki skiptingu við þá Ími. Já. Eða Elvar, þannig annarkvort Elvar eða Ímir byrja þá á bekknum. En gætu þau ekki fyrir okkur bara að Aron færa miðun og Elvar væri bara í vinstri skiptunni? Hvað ætlar Gísli byrjar inn á? Já, ég er að tala skilur við sleppa Gísla og vera bara með Aron á miðunni og hafa Elvar í skiptunni. Reyna að sleppa þessum skiptingum. Já, jú, þú gæti gert það. Það er ýmislegt hægt. En það er líka bara að ná mínútum í kroppinu á árinu. Það er stertlega líka bara kannski líka svo að fyrir sig að Sigvaldi og Bjarki byrja í hornunum. Já. Gamli skólinn. Já. Snorri ekki svolítið gráhæður ungur. Hvað er hann? 81. Aston Villa í færi en David Raya varði 2-2 þarna Arsenal Aston Villa við fylgjumst með öllu sem er í gangi hvar sem það er í heiminum og hvar sem það er í boltanum með þetta fókusinn verður í Króatíu ef ekki reyna að græða út pening á þessu. Já, heitur over 2,5 ég ætla að setja það kemur inn á og hann neglir á hann að Kúpera í markinu. Já, þetta er þú góðu stöðl á þessu. Já, ég bakka þetta upp það er líka 1,5 með fólk er aðeins áttufælnara af því að hann þarf að koma sér inn í þetta mót og Viggo, þetta er akkurat leikurinn til að hvíla hann aðeins. Sérstaklega í seinni. Já, það mun mæða mikið á honum. Þannig að ég er
Já, þú sér að ég er með þarna 1,5 og stuðlinn 1,9 svo er með Ella Snæ, það er alveg saman þar hann byrjar og hann þarf að koma sér líki hérna mót, hann var fljótur og sneimpla sér út í síðasta leik hann elskar rauðspjöldin og saman með Þorstein Leo sko, það er svona aðeins hérna vælt, en ef hann fær ekki að spila í þessu leik þá veit ekki hvenær hann ætlar að spila hún. Já, þú ert með svolítið blæti fyrir þessu stóru kallmenn. Hver er mark? Stóri strákar. Arsenal að skora Mikael Merino og heldur þessu titla hann lappar dæmi hann fagnar ekki eins og það er í gangi hann gefur þeim hnefann og mark Arsenal kom yfir á móti Aston Villa halda þrýstingi á púlarana. Hvað segir Kélari með þessu? já, ég er góður sko mark hann þrjusar hann Hörðu, það er bara í gólfið og Tyra Mings já, hann var þetta hendur honum er ekki að setja sér svona létt handboltamark tætti? Setur hann í gólfið? þeir eru að byggja hendi á Havertz fórt ekki að sé hendinu honum ákveðin er að byggja hendi ekki nema bara mark ég held að það að vera hendinu og Tyra Mings fyrst er í sótu sko það ekki? Nei, þetta er ólöglegt mark aldrei mark þetta er ólöglegt mark það er svona labba hann, ég er að segja ykkur á þetta var ekki hann sá þetta Skammistu lögur jú. hann breytur þetta er svo sé í blaki svona þetta verður ekki mark GB, Gunnar Birgistæl Byttu já, hann er að flauta þetta búið, aukaspyrna ekki mark hendi 2-2 en þá já, þessi skemmtilegur Þetta er þinn maður já, Gústafsson þetta komið mér ég ætla hann líka 3,1 hann er lengi allan með eins og ég Og Bjöggi líka er alltaf að fara að grýta einu yfir allan völlin hann elskar það já, líka mútið svona liðum sko sem eru svona kannski óöguð niðurlega Já, akkurat já Við erum búin að fá einhverja brottvísanir og svona og ég ætla að henda mér á þetta líka Bjöggi hérna grýtur yfir völlin skorar og leitar að myndalni það er classic Bjöggi ber upp, leitar að myndalni ég heyrði líka Bjöggi var að segja við Gylfa Sigurðardaginn að hann var að spyrja hvað hann væri með mörg landsmörk og Gylfi var hvað, 20 hann er bara 2-3 frá honum Já það var nú gaman já, það er mikið og stórt markmið á hann þetta er alveg að klárast í leik Arsenal og Aston Villa hins vegar eru Arsenal-menn að sækja það eru vantanlega einhverjum mínútum bætt síðan við í lokin hér er naflinn Já, þetta er ég held að Bjarki Már hann er alltaf að fara yfir 4,5 það er minn maður og að sjálfsögðu Óðinn Þór Ríkarsson líka þetta eru tveir svona mínir helstu hestar í landsliðinu Já Önder og Gísla og hann er í byrjunarliðinu Já, ég viðurkenni það, ég vissi ekki ég átti ekki vona að hann var í byrjunarliðinu það er að segja það, en Þú stressaður? Nei, alls ekki með við hvernig Gísli hefur spilað í bláu, þá er ég ekki stressaður Já, þetta er Ég er spáðið að fara óver á Gísla Já, ég ætla að fara á mótið þér Já, fara á mótið mér hann lítur nú að skora meira en 2,5 á móti Kúbu fyrst að byrja sko ég meina, ég held að ég get ekki einu sem spilað þarna og gert ekki allavega 5-6 mörg sko maður sjá það er meira í gangi Bayer Leverkusen að vinna Gladbach 3-0 Arsenal í færi Emi Martínez með risa markslag hann var löngu farinn búin að taka sjensinn þarna og með risa markvörslu Emi Martínez og svona rétt áður en að þetta byrja allt saman, wow og aftur, double save heimsmeistari segi Keli stöngin, er hann í stöngina Já nú getur ekki 2006 líka ég Ingvar Dagur spyr í hvað treyju ég er í þetta er hákabúningur frá svona 93 þetta er 93 þetta er ekki stað þar Herri, voruð með stati úr hérna grænhuða eða leiknum? Nei, sjáu þetta þetta er rosalegt Orri ótrúð hvernig hann skorur úr sem hérna hraðaplöfu hann er rosalegt hraðauplöps vél hann er búin að vera helviti góður í vetur með sporting í meistaradildinni hann er svona búin að taka svolítið við að Bjarka vera number one í hodninu hver tekur fyrsta vítið? Ef að Orri er á bekknum og Óðinn hver er að fara að taka fyrsta vítið? bara halda heitum er ykkur að fara að koma inn á sá sem að tók síðasta víti, var það ekki Orri? Já, hann kemur bara inn á
bara svo Óðinn kom inn á í síðarleiknum og byrja á bekknum og kom inn og tók víti. Og Snorri líka, hann skipti sér ekkert að þessu, hann leyfir leikmönnum algjörlega að sjá það hver sé að taka víti hverju sinni. Já, og það eru leikmenn sem að taka víti í félagsliðunum, þeir fá yfirleitt tröstið. Já, Bjarki hefur svolítið talað það, hann sé ekki í því þannig að hann off. En einmitt, minn maður Óðinn, hann svolítið verið að flaska á vítunum, 1-4 með svíaleiknum. Já, hann þarf að rífa sig í gang. Já. Það ekki nokkur. Okkar menn í Besiktas Hjörvar, þeir gerir 0-0 jafntefli. Já, ég sá það, var rólegt í Tyrklandi í dag. Já, hann var einn skemmtilega nafnilega, það er mikið verið að spá í svona... Já, hvað var með hérna? Bara svona tengt kvenkinu. Já, það er hérna... Haraldur Jonni áfram með eitthvað. Hér spyr einn maður, hvað er að frétta af Dúra Nóna í lífinu? Og við getum náttúrulega sýnt ykkur það bara. Við á viðtal við hann á netsíðu RÚV í dag, á rúv.is og þá var einmitt spjallið kallinn. Já. Hann á frændur í IA, annað körfunni. Það er semst fyrir besti tími lífsmíns var á Íslandi. Þar er það Dúra Nóna blessaður og hann elskar Ísland, Dúra Nóna. Það er alltaf gaman. Sjáu hvað þetta er. Þetta er krikinn. Sjáu kallinn. Bang! Sjáu hugsa ykkur ef við væri með svona gæðan inn á þetta. Þetta finnst mér geggjað treyður. Það er flottar, já. Sjáu Gústaf Bjarnar. Það er aftan bak. Það er enginn eins og Gústaf Bjarnar. Á hann ekki metið, 20? Það var ekki 20, nei var það 19. Heimsmet. Það var á Selfossi. Já, Kína. En það verður örugglega erfitt. Þeir hafa verið að vinna ofta eða tapa ofta útvöldum með þetta 8, 9, 10 mörgum. En þrátt fyrir það komist áfram og náða að sigra heima með 10 mörgum. Þannig að það er alveg ljóst að þetta verður mjög erfitt. En ágætis möguleiki þrátt fyrir það. Fyrir hálfleikurinn var mjög góður, við vorum 8 marka fórista í leikli en síðan náðu bara bæta við í síðari hálfleik. Dúra Nóna. Skrefar völlin í svona 2 skrefum. Þetta hentar honum ekki að vera eitthvað svona 1 á móti markmann. Þorbjörn Jensson. Já, Þorbjörn Jens. Þetta er glæsilegt. Þetta var 21 markaður, það var rétt. Júli Jónasar flottur hann líka. Sága er alltaf í standi. Hér segir hann að þetta verið besti tími hans á ævinni, hafa verið hérna á Íslandi. Kúba er náttúrulega skýta land þannig að þeir vilja ekkert með hann hafa þetta í Kúbu. Nei. Það var ekki eins og starfa. Hvað segir þú? Það er sama með Halleski Garcia, það hefur verið sín besta ákvörðun að koma til Íslands. Geggjaður í Dýranesinu. Nei, ég meina þeir fengu líka bara, voru með pro-karriér eftir að koma hérna. Já, hvað spáðu til Þýskalands ekki? Jú. Já, þannig að þetta er svarið við þessu. Leikmenn er að labba hérna inn á völlin. Þetta er náttúrulega bara svo við segjum eins og við erum eftir hérna til að græða peningin á Epic. En það er náttúrulega ekki gaman að við vitum hvernig þessi leikur er að fara. Við erum að setja stiður yfir leik á HM og við vitum nákvæmlega við erum að fara að vinna. Við verðum að vera svolítið duglegir í bettunum bara. Já, þetta er það er líka, þá eru leikmannabettin skemmtileg Þegar líka við vitum eða ekkert svona hvernig mínútu leikmann að verða, þannig að við erum svolítið svona... Þorsteinn Leó, 1,5 overs. Já, ég neldi mér á það. Já. Sko, það er einnina sem er með góða pælingu. Það er ekki flott að hafa naflan á línunni og laumast. Já. Herðu, veistu hver var línumæður í... Trossardinn, rétt framjá. Veistu hver var línumæður í yngri flokkunum og var nákvæmlega þessi típa? Hver? Svona laumast á milli varnamanna, þú bara sást hann ekki og svo var hann alltaf búin að skora í andlitið. Nei, hvað er það? Þoppi. The hair cutter. Hann var línumæður í Haukum í yngri flokkunum. Það hefur verið rángur. Það var Arsenal í döðafæri, Trossard en með rétt framhjá. Og Emi Fagnar. Emi Fagnar, hann er ekki reynilega að leika sér að gera menn alveg geðbila. Hann er kjöss. Þetta er svo mikið. Ég verð að fara að tjátti. Byrju þetta að tjekka á hvernig staðan er á stráknum mínum. Stráknum mínum í Króatíu. Já, það var nú miklar yfirlýsingar í stöðunni 2-0. Já, maður sjá. Er hann ekki vinnurinn núna, eða hvað er hann að gera? Hann er ósáttu við þetta að vera í hendina á, hann vill ekki með þetta að vera í hendina en svo eru menn hérna með eitthvað gögn sem sína þetta að við farið í hendina. Já, er þetta að tala um blakið, hann er nú djúpur í blakinu. Já. Hann hætti nú einhver hreyfing sem hann hefði nota kannast við. Já, blakið. En hann vill með þetta að vera í magan á hann. Já. En ég sé alveg þetta að vera í hendina á hann. Já. Og blæst á þetta. Ég vona hann sér dottin í það, þannig bara í Króatíu.
Það væri nú eitthvað. Það væri gaman. Já, komið tími til. Hvað eru dómararnir, segiru? Það er Íran. Það er Geysarian bræðurnir. Ahmad og Amir. Það vekur nú alltaf upp óhug þegar Geysarian bræðurnir eru að flautunni. Eru þið tvíburar? Helvíti líkir. Það eru allavega samfeðra, veit ég. Síðasti séns hjá Arsenal. Síðasti séns hjá Arsenal-liðinu 2-2, Liverpool að taka rísa skref. Núna er hann klár í að taka titill nummer 2 býður Liverpool. Eða hvað? Er kliður á vellinum? Þeir eru þarna. Það er fastleikatriði fyrir gjöf á leiðinni. Er eitthvað að fara að gerast alveg í lokin. Taka sína mínútu í það. Já. Taka sér góðan tíma að vera að vanda sig. Set piece-þjálfarinn komin út á hliðalínu. Nei. Og hann liggur síðan með hann. Þetta var einhvern veginn, þetta átti aldrei breyk. Þetta er að fara að byrja í Króatíu. Það er góður þjóðsöngur í gangi og þeir ákvaða að breyta upp á nýju, tók upp nýtt lag. Nýtt lag sem HSI er að fara að spila konum með leið á gamla laginu. Hvað er það, Íslandi landið? Þetta er bara eitthvað allt annað. Þetta er eitthvað meifa bara. Bjarni Ara, það stendur ekki á mér. Það stendur ekki á mér. Bjarni Ara, hann er að taka rosalegt comeback núna maður. Heldur betur. Já, það voru væntanlega til 3 eintök af Adidas-treyjunni á landinu því að þeir segja að kóngarnir eru komnir í þetta. Já, það þurfti að hringja ófóðsímtölinn til að redda þessu. Leiknum er lokið, Arsenal og Já. Nei, hann er ekki lokið. Jú, hann er búinn. Það er búinn? Já. Ok, hann er búinn. 2-2 endaði það og svo var það á Ítalíu þar sem að ég veit ég trúi þessu ekki en Juventus vann AC Milan. Nei. Jú. Það er ekkert annað. Já. Sigur er næri. Huge. 2-0. Sigur er næri. Já. Handboltinn að byrja. Og Tinna Alaves og félag þeirra vinna líka. Já. Á útivelli. Betis. Já, Betis. Geta fyrir Barcelona að byrja. Sko, Betis verða bara núna að rífa í stóru selina og ná í Antoni. Það er fólk það. Já. Þeir verða að ná í Antoni. Hann er einn af fáum sem getur reddað þeim. Falleg föt sem að strákarnir í Kúbu er í. Þetta er cool. Já. Mjög nett. Púma besa. Eru fleiri í stúkun en á fyrsta leiknum? Já, herru sérsveitin, hún rétt náði. Já. Það er gladdi mann. Það máttu ekki vera, herru, settu á búli smítja. Já, ég Maður var að svona fylgjast með Instagram-reikningnum smeykur að þeir Kæmust ekki? Já, þeir voru ekki mættir á fyrsta leik. Nei, maður fann fyrir því. Já. Það var alveg þessi 5-0 kapli og grænuðum, já, alveg, hann hefði nú ekki verið, sérsveitin hefði. Já, sérsveitin ferðast alltaf á lögutum, það er nú bara þannig. Var ég ekki með þetta einhvers þar hjá Bólis? Jó, getur að verið, sendur Það er aðeins fleiri, það er nú ekki eitthvað mikið fleiri en það verður, ég veit að það er mikill fjöldi að fara núna að fara á slóunarleikin og enn meiri næstu helgi þegar við síðustu 2 millirili. Slóunarleikurinn er á mánudagskvöld klukkan 19:30. Já, mánudagskvöldi, algjör líkileikur. Já, feikilega mikilvæg leikur. Er eitthvað svona í þessum úrslitum sem af er á mótinu sem hafa breytt því hvernig okkar svona mynd lítur út? Já, það er svona helst kannski það sem búið er að hollendingar einhver í Ungverjar lendi ykkur í vessinni eða ekki? Að þú veist það er líklega við mætum hollendingunum heldur en Ungverjum. Ekki Staffan með þá eða? Jó. Hann hefur reyndar oft reynst okkur Það var ekki hrækt á Staffan? Þú segir aldrei fokki Tyrkjum sko, það er nýtt um mér, það eru Norður Makedónar. Það eru menn sem þú vilt hafa á þínu bandi. Og svo þetta annað sem svona var okkur í haga. Strákar. Já, hann er þetta. Sérsveitin, þeir tóku þennan rappar á ferðinni og komu sér einhvern veginn inn í vélina. Maður var smeykur. Svo bara Ísland koma, við rétt náðum Zagreb, við komumst. Já, við komumst. Já. Þannig að frábærar fréttir. Já, það var þannig að Ungverjaland gerði jafntefli við Norður Makedóníu sem þýðir að hollendingarnir eru í lykilstöðu þá á móti þeim sko. Þannig að þú veist, það
Þannig að kannski, þú veist, það ekkert orðið klárt en það alls ekkert víst að ungverðarnir komist í áttalega. Svo rétt ára með byrjun, það eru einhverjar stóra meiðslafréttir frá Degi Sigurðssyni, þú veist eitthvað að tala þetta, Nafli? Já, það Davíð Sigurðsson greindi frá því að Dúniak, hann er bara meiddur átt og ég tilkynnti það að hann væri búið að kalla nýjan leikmann og hann er bara búinn. Þannig að það er nú Ígor Karasic skallaður inn. Já, en þetta við hljótum að vera samla það að þetta er nú fínt að vera laus við Dúniak. Já, leiðin verður bara ennþá greiðari, það er nú bara þannig. Nei, hann er ennþá frábær leikmann, hann er orðinn svona, hann er ekkert jafngóður á maður. Nei, en svona þekkt stærð. Já, mikilvæg. Karasic er drullu góður. Karasic, ég var nú einhvern tímann á Final Four þegar Karasic bara kláraði úrslitaleiki í meistaradeildinni. Hvað bara að gera mig meira stressaðan fyrir því að Dúniak hefði dottið út og Karasic sé komin inn? Já, það bara aðeins að núlstilla þessum. Þetta er allt saman byrjað. Ég myndi bara setja á RÚV appið frekar heldur en Síma appið. Það er miklu hraðara og betra. Þetta er byrjað og það eru Kúbverjar sem að hefja áhlaupið. Og þeir þakka fyrir að skora fyrsta markið. Hvað, er það eitthvað bett át þá eða? Fyrsta markið. Við förum beint í hratt. Tapaði bolti og Kúba getur farið í 2-0. Þetta er bara svipu byrjun og á móti grænuðum. Viktor Gísli og Gríton Bjarki Hvað vantar núna? 4? 3. Já, þú settir over 4,5. Já, vantar það ekki 4? Já, það vantar 4. Það sem ég sagði. Það Suárez í markinu. Fyrsti markaskorarinn, Bjarki. Þannig að þeir sem settu hann inn á Epic upp á ferðina til Kúbu, þeir eru lífi. Ég hlýta á að skrifa Bjarki. Það væri fáránlegt ef ég hefði ekki skrifað Bjarki. Það er þetta í smá aftur darkana tjattmenningu. Þetta er bara að minna á kostningasónið. Þetta er mjög aftur dark í gangi hérna. Þessi Haraldur Jónni hann er mjög aggressífur. Það var að síga þess á. Akkur sagði ég Óðinn. Það er eins og ólíkt mér eins og það er Háká. Nei. Má sjá, er það 2-1 fyrir Kúbu og Kúbverjarnir syngja og tralla upp í stúku. Komið 3 ból. Heyrðu, Annar tapaði bolti. Annar tapaði bolti og Kúba á leiðinni í þetta. Viktor Gísli maður. En þetta var ekkit hver skora fyrsta markið, þetta var markaðistur. Og hann getur alveg verið markaðistur. Sérstaklega hann er á vítónum sko. Já. Það er eitt feik og svo bara búp. Bara út frá hendi. Nú, Pálsar, hvað er þetta að gefa þessum byssum að borða? Spyr Hlynur Orri. Prótín. Protein and blondes. Protein and blondes, já. Það er nú bara þannig. Er þetta Kairó? Það er Kairó. Sjáðu hérna, Aron. Þetta er frábær stiplun og Sigvaldi. Já, þetta var vel spilað. Þú varst með á Sigvalda? Já. Svaldi. Pappans frábær fótboltaleikmaður. Sérstætt þetta lúkka á sem drengi með þetta síða hára aftan. Það er hann Teitur, Orri. Bjarki er líka með eitthvað nýja strípur og mottu sko. Keli, vilt þú hafa Bjarka með bandi? Sjáu þetta? Nei, alls ekki. Þetta síða hári á hann, ég sá hann daginn hitt hann, þetta var orðið ógeðslegt. Já. Samt var hann með alls konar oljur og drasl í þessu sko. Til að ná þessum glans. Já, nákvæmlega, en þetta var bara eitthvað. Þú ert 35 ára sko. Já, hann hugsaði, ok, Kili er að aldrei sé með þetta og fer í strípunar. Já, hann hendi the age card. Hann fór bara í Selfoss-strípunar. Já. Þurfum að Tengdasonur Selfoss. Við þurfum að fá menn til að læka vídjóin og við þurfum að fá menn til að subscriba. Já. Heldur betur. Herru, Kúba er yfir. Já. Það eru þetta annar leikur í gangi núna sem minnir svolítið á Aron Pálmarsson, velkomin til leiks. Þetta var geðveik lína hjá þér. Velkomin til leiks. Þetta var bara alvöru sko. Svo ætla ég að taka á eftir. Neigðu þig. Það er alveg klassíker. Það er að setja upp 4. markið sitt og færa hann neigðu þig. Já. Algjörlega. Gott að sjá hann. Já. Mikilvægt, hann misti að fyrsta leiknum á móti Grænuðu Eyjum. Kom ekki að sög. Hann er að verja alveg. Sem betur verið hann að verja. Þetta er ekkit eitthvað frábær byrjun hjá okkur, það verður að segja alveg svo en 4 mínútur, það er nú ekki neitt. Ekki mikið í handbolta. Ný.
Ég held sér átt hvernig að spila með sérsetina í... Já, ég held að það svona 7-8 mínútur bara að finna taktin með þeim, finna taktin, sko. En þetta Snorri, hann ennþá að leita byrjunleginu sinu? Hvað segirðu? Snorri ennþá að leita byrjunleginu sinu? Já, ég meina hann allan svona... Ég eitthvað byrjunli í handbolta, hvernig kastaði hann boltanum að það? Já, neða, það nú svona yfirleitt, sko. Þetta Gísli Þorgeir, Já, sem hann grunaði. Heyrðu, það var heilægt maður. Það amatör áður í gangi núna. Já, það oft, byrjuleg. Sjekt inn að fú, það ákvæmtaði sem byrjuleg. Það ekki þar með sagt að leikmennir sem byrja að spila endilega mest, sko, það svona... Heyrðu, ég á með hvað? Yfir 3-5 á hann. 3 yfirbót. Keli, ef það verður bara leikur út í slóinu sem skiptir öllu máli, hvað 7 myndir vilja sjá byrjað þann leik? Elvar, ég myndi sjá Janus, Viggo, Orra, Sigvalda og Elliða. Ég myndi eiga Aron til að koma inn á því hann ekki alveg 100%. Nei, og Viktor í markinu? Já, Viktor sjálfsög í markinu. Og þarna, frekar svolítið Gísli inn á. Já, ég er sammála þessu liði nema ég myndi setja áðun í staðan fyrir Sigvalda. Já, alltaf leið. Ég til ég það líka. Sáru Janus Ölvar, svo það. En varstu með Orra í hodninu? Já. Hann komið ykkur 4 að varða bolta núna, Sigvaldi. Nei. Suárez í markinu, hann að... Hann að býta á. Hann að býta á, Kili. Hann að býta á. En ég leikmaður nummer 10, sjáu það, hérna í vinstra hodninu, Heras. Hann í hodninu, Hanser Rodríguez. Var hann í herði, eða? Nei, hann var hann spila með Vardar og í rauninni svona, spila með hvað svona þekktasta liðinu þarna í kúpuverska liðinu og spila mútið Val núna í nóvembermánuði. Var ekki eitthvað kongur í kúpu í herði eða var það í Grænhöfðum? Það var Grænhöfðum, hann kom inn á síðasta leik. En hann setti eitt í grillið á Völsunni. 2 klipping, Aron upp, bang. Satt ykkur frá því að Barcelona er að fara að hefja leik hér eftir 20 mínútur. Dani Olmo er bara með leyfi á bekkin í þennan leik. Hann að selja Fati núna? Ansu Fati? Já. Þú veist hvað, Sheffield Wednesday áhuga saman? Já, bara eitthvað hann Það var ekki nógu fyrir Brighton. Það var vombriði. Það lítur eitthvað Sevilla eða eitthvað að taka hann, sko. Ef þú ferð hérna á fótma, þá stendur þá var hann ekki með út af personal reasons. Já. Það held ég út af hann að hugsa hvort hann vilja fara ekki, sko. Núna Sigurgeis maður. Ekki gleyma honum. Ef þið ætli ekki inn í vopnaleitina í Keflavíkurflugvelli, þá bara... Og það eru þetta Þorrablót Keflavíkur í gangi núna, þannig að þetta gleður Keflavík mikið að vita honum í liðinu. Ching, ching, ching. Bang, bang. Ég var get sagt ykkur það var hringt í mig. Hjóra, getur þú verið Þorrablót í Keflavíkur? Ég segi, ekkert mál, ég skal bara mæta á Þorrablót Keflavíkur. Mæta svæðið, 1500 manns í sæti. Ég fór heiti fyrir það. Og ég var bara, holy shit, bara búin að undirbúið ykkur á 6-7-5 ára brandar. Ég hef aldrei fengið mikið í, þú veist, ég hef ekki sagt, þetta gekk lígilega vel, en ég held þetta væri bara nokkra fyllibittur á borðum. Þetta var eitthvað rosasta sjó sem ég hef farið á. Fokk mýma, þetta var 2017 áttin eitthvað, það er ekki 100 á skallið eitthvað, ég man ekki hvernig var eitthvað svona, geggjað maður. Var þetta where the fuck do I sign? Já, þetta var bara, djúvill var mikið að liða þetta. Það var ekki góður annáll og allt þetta klassíska? Jú, það er góður annáll. Þeir gera alltaf, ég veit að þeir eru alltaf með flottan annál, með Gumma Bena að lesa yfir annálinn og þeir nefndin, Sævar og Kristján og þessi gaura, þeir eru alveg með þetta. Maður sjá, ég er ekki ennþá komið 4.000 subscribers, munið að subscriba þetta allt saman og munið að likea vídeóið. Staðan er 6-5 fyrir Íslandi þegar Viggo Kristjánsson. Naflinn ætlar að gefa velun fyrir 4.000, hegi? Jó. Herðu! Hann var að svekkja hann aðeins í markinum. En hann varst að dela í þessu, það er alveg... En hann er þetta er íþróttamæður Suárez í markinu. Er hann með Airpods? Er hann með Airpods? Ég veit ekki en ég ætla að segja sama. Stöngin inn. Hann átti nú skilið að verja þennan. Já, sestur á raskatið hann. Stöngin inn virkar. Guðjón, ég sé það svo sýtlar, ekki Jónasson. Spyr hvort að þetta sé top 3 leiðilega sem Hjörvar gerir á horfa handbolta. Nei, það er mjög langt frá því. Takk úr vélinni.
Þú sérum þvottin á þínu heimili líka. Gerir það vel. Ætlum við ekki síðan að fara á eftir og horfa á ameríska fótboltan? Þetta alveg veislu lögadagur. Þú svo ekki á mánudaginn eitthvað stórt að gerast? Jú. Inauguration og Ísland. Já, það eru þessi 2 stórviðburðir. Það konceptið þið sömdu, þetta langur mánudagur. Já, við eigum það frasa. Hvað er með eiran? Markmaðurinn. Er hann ekki með bling og hann sé að það tekur af sér lokkin og eitthvað teipar eyrnalokkin? Þetta var eitthvað fyrir örglega eyrnalokkin. Já, hann er með blingar. Þannig að það má vera með eyrnalokki í Kúbu. Já, greinilega. Sama var líka nokkuð þungt fyrir sérsveitinni. Fidel frændin hefði nú ekki leyft það held ég. Ég hef aldrei séð íslensku í stúkunni sem ég þekki sko. Hefur aldrei? Nei, bara aldrei. Já, ég var samanlags fyrir nokkrum mánu síðan, svo fóru nokkrir Lúli Jónasar mæti mikið hérna. Og það var nú slatti í munn hérna, ekki? Jú, bara sjaldan koma þeir sem ég þekki. Já, Mækarinn kemur aldrei í mynd. Nei, er Mækarinn að það? Nei, ekki nú. Nei, en hann verður mættur í millir Já. Hvað á í undanúrslitin, sko. Áttalega. Við erum að fara undanúrslitin. Það fór vel vel munn hérna, Teddy. Alli. Já. Gísli er ekki skora neitt, sko. Nei, hverjum svo sem það grunað það? Sáðu hvernig hann kastaði boltanum eins og færi sem að klúra. Það var svo það var eitthvað vesen öxlinu á hann. Sáðu. Þetta er ekki skemmtilegt. Hann alltaf hefur talað það Gísli að fyrstu mótinans, stórmótinans þegar hann var hérna bara nýkomin úr svo axlaragerð og þá kastaði hann svolítið bara svona eins og risaðala. Spurning hvort það sé að taka eitthvað upp aftur þessi axlamæsli. Mæki tók að spyr, ætlar Hjör ekkert að fara að fá sér tattoo. Ég er með drega hérna á bækinu sem ég bara get ekki sýnt á okkur og dúna. Sem nær svona yfir öxlina. Og svo kóbra slöng hérna á lærinu. Þannig að ég get ekki sýnt á okkur. Ert þú ekki eini blekaði maðurinn á borðinu, Kili? Já. Þú ert með, já, heyrðu. Ég er með eitthvað 7-8. Og með fullt af bleki. Hver á ekki að fara að skreita sig meira? Jú, bara þegar maður hættur að eyða peningi fjölskylduna og eyður í sjálf og sig. Já, ætlar að fá meira blek. Já, bara hinum meginn. Já, það er forgangsröðun 2005. Hefurðu pælt í að fá þér full sleeve á lókin? Það var eitthvað. Ég er miklu meira að pæla í cockring. Það er alveg. Þú er flottur með cockring, sko. En hvaða kona er þetta þarna? Þetta er móða mín. Þetta er mamma? Já, ég er hún útskriðastur Emma. Risa áfang í lífinu. Já. Heldur betur, sjáu hvað mikið af hátt prósent af stuðningsmönnum Íslands konur. Já. Bara þetta brand, strákarnir okkar. Já, handboltamenn, stórir og breiðir, sko. Það er elskað þetta. Trekkir að. Það vantar flúr í handboltalandslið. Já. Þetta er rosalega lítið flúrað lið. Já. Þeir eru í stuttarma líka alltaf. Já, leika sér eins með einhverja hárgreiðslu. Já. Þú er ekki í nálina. Þú er ekki. Er þetta vont eða? Missett hvað það er, sko. Hver eru viðbjóður upp í hérna? Já, maður heirt það. En svona þykkustu svona bingóstaðina, neini, þetta er alltaf leið þarna, sko. Maður kannski svona. Það er bara létt klípaði, sko. Þegar svo gráið tekur yfir, þá kannski gerum við þetta. Heldur reyndar að ponsen með full sleeve. Já. Ekki fara ekki eins og krakkandi með eitthvað fullt af litlum tattoo með eitthvað. Ég vil sjá full sleeve. Hvað á ég að vinna með? Úlfið eitthvað svona stóra? Eitthvað vestfjörða kjálkan. Manchester logoði. Já, kjálkan. Og Ferguson á einhverju fjalli. 13 titlar. Alla bara nýður. Já, byggarinn á 13. Já, öll ártölin. Já. Það held ég 93 94. Já, Ísland að vinna 10-5. Þetta var að líta miklu betur út. Er eitthvað spennandi að gerast í bettunum? Er eitthvað bett? Herðu, hvað hérna er ekki ellið, hann vantar 2 ekki? Jú. Hvað er hæstu stuðullin? Þú á Teit held ég. Nei, Bjöggi. Það er 1-3. Já, Bjöggi. Getum við ekki fundið eitthvað alveg fárulegt? Var það til að peppa? Ég var undir og Ísland alltaf. Ísland. Og Bjarki, vítakast, dómari! Inn í teik, dómari. Í mínum bókum þá er þetta vítakast. Komina, dómari! Einar var ekki mikið að tala um. Já, hann í mínum, hann talar alltaf um hvað, kokkabækurnar. Í mínum kokkabókum þá er þetta vítakast og tverrmyndur. Það var að reyna að búa til reiði heima í stofu dómgest. Já. Sjá þetta allt saman. Er þetta góð spurning en hvort að nafnið þurfi hárband ef hann var í handbolta? Já, ég skal viðurkenna það, ég var ekki með hárbandið þessi leikmaður. Nei,
Hefði verið helvítið flottum með það samt. Já. Spilaður í meistralóki? Nei, ég á 2 æfingar með Bjarka Sig og Jón Guðni. En ég spila aldrei með meistralóki. Var það hjá Bjarka Sig, the real Bjarka Sig? Já, the real Bjarka Sig. Hvenær var hann að þjóla Háka? Hvenær var hann að þjóla? Hann náttúrulega fór með skútuna niður. Og ég var í einhver 10 ára að koma liðin aftur upp eftir að Bjarki kerði það niður. Býtu, það er 2014. Já, ég að spila þarna mótum. Já, hann var að þjálfa þá alveg. Já, Bjarki kerði þetta niður, síðan tekur hann við liðinu þarna í næstu deild og Gulli með honum, síðan hætti Bjarki og Gulli tekur við. Varið. Hann dæmdi á leiktöf. Sinnibilgjan. Og svo. Það er helviti gott fyrir línumannsbett að Aron Pálmarsson sé inn á vellinum. Já, það var svona. Mér vantar 1 frá honum, þá var það klárt. Já, Elli er ekkert í leikbanni. Nei. Ég sá bara eitthvað að reddkart og það er hann í banni í næsta. Það er fínt að þessi í banni á Kúbu, segi. Eftir þess að fólkskulega árás. Já. Það var ekki þetta. Þetta var klöfulegt. Pældi því, hann fekk ekki einu sinni leikbann og einhvern veginn fekk bara slaka á þessu grænhöfði líka og það var að gagnrýna þetta. Já. Þetta skipti ekki nokkur máli. Nei. Það er auðvitað annar leikur í gangi, Danmörk, Ítalía, það er svona svolítið sem við þekkjum á bara fótboltanum. Hvað er staðan þar? Það er 8-4 fyrir Danina. Það var 3-3 á hann. Klára þetta? Víti. Já, Viggo er að salla inn mörkum á þessu. Þetta var drauma scenario þegar ég var leikmaður að vera öruggur með vítakastið. Já, geta kasta á hann bara eitthvað. Hvað er undarriðileg Kúba að fara í gegnum? Kúba Libre, það er North America. Þeir eru skal ég segja. Það er bara Bandaríkinn og eitthvað. Bandaríkinn og CONCACAF. Mexico. Þetta er fyrst getið sem Kúba fyrir að HM í 16 árkili. Munið það að Grænland fór í keppnina? Munið þetta við mættum eins og Grænlandi? HM? Bara 100%. Ég man eftir þessum degi. Greenland. Ég er bara að segja það. Er mjög langt síðan? Nei, Ísland, Grænland. Strákar, er enginn að baka mig þetta upp eða? Ég finnst ég að heyrt þetta sko. Greenland handball. Umfjöllun, Grænland, Ísland, 14-37, 2023. Þetta var bara... Býtu, fórsetabyggarinn hérna, hvernig býtu? Já. Þetta var í náttúrulega kvennalagslega vann fórsetabyggarinn 2023. Áhverju finnst mér eins og Grænland hafa farið að háum? Var það Færeyjar? Færeyjar fóru á EM síðast. Býtu. Þeir eru góðir sko. HM í handball 2007, Grænland. Já. En við mættum þeim ekki. Nei. Mér hefur dreymt það, en þeir voru það. Var Eka Lunga Kristjansen í liðinu? Ég veit ekki. Hann var að spila, hann var að æfa með mér í gamla dag. Voru að vera með grænlendingi í liði. Alveg grænlenskur. Eru 11 með 4, bet one. 11. Hann var ekki lengi að þessu. Takk. Eyja Pegin, hann var ekki lengi að borga tilbaka. Check. Menn voru eitthvað að gaggrina fyrirliðan? Nei, hann var ekki lengi að borga tilbaka. Einhver að spyrja, er Ponsan besti leikmaðurinn á Íslandi sem hefur ekki spilað með A-landslinu? Það er nei, mjög rámt frá því. Öldum þessu fælu. Það er mjög margir miklu betri. Hvað er að gerast? Já, það er seðlinn. Hann er unninn. Já, það er ekki seðl, það er bara... Nei, meina það. Djúðlar, ég nálægt... Þetta var tvöfaldur. Nálægt seðlinn mínum á hann. Með hauka kvenna. Okkuðu mér upp. Þetta var svona 15. tapaði boltinn hjá Kúbverjum. Alla kennar hann! Þú var ekki Hjöppi með... Varst þú ekki með Sigvalda? Hjöppi var með Sigvalda. Ég var með Sigvalda. Er það ekki bara dottið eða? Það er alveg að fara þetta. Bíður. Horfur á markmannin. Neglir á hann. Já. Áfram Ísland. Hvað var línan á Sigvalda? Var það 2-5 eða 3-5? Ég man það bara ekki. Ég bara vissi ég myndi fara yfir. Já, vissi það. Það var eina sem að ég var gjössanlega með á hreinu. Maggi Tóka segir að U21 hafi mætt Grænlandi, en ég allan að Grænland voru á HM 2007. Í Þýskalandi. Já, góðari stímanum. Herðu, það hefur verið að spyrja hérna, hefur Dokk prófað að horfa á TGL á meðan er Ísland að skora og koma sér í 15-5? Elliði Snær, hann er gott að sér kvílgarinn á móti. Hann er stuðan Elli. Já. Hann er frekar léttur með þeim. Já, fáránlega. He took it personally, sem mann segja. Já. Vel var Viktor Gísli. Ég heldur fínt leikur fyrir Viktor að komast í gang. Já. Hann þarf að vera góður á þessu móti. Já. Hann verður. Herðu,
2 mínútur. Það er eitthvað það verður að spyrja hvort ég hafi hort á TGL þarna golfið og ég get sagt já og ég veit ekki alveg ennþá með þetta. Er það sátt? Nei, það er hermu slærði í svona rísa svona í stadium slær bara eins og í hermi svo allt sem er nálægt grínunum það er alvörunni þú veist semi-alvörunni það er ekki séð og er verið að keppi í þessu og þú veist það er svona lið sem heita Boston eitthvað og New York eitthvað hvernig gengur Boston? Það gengur vel það var sem grunni það er 16-5 Ég var að sjá strákar, ég var að sjá eitthvað með bettinu eitthvað sem við getum bætt kíkt á það Er þetta græðið pening á þessu? Ólafur Ægjur Dogsson í dag er að ringi með Facebook Live Hvað sér ég held í kvíliða hver? Toppmaður svont Lói Snædal Púlarinn sem var á G-Tech-vellinum í dag var hann að ringi í núna hann vantar alltaf að fara yfir Mekkan fara yfir stöðuna en Lói Snædal, hann ekki að ringja? Snædal, hann hætti sárn hversu tryggjurandi fyrir því að vera með Leo Reynisson hérna bara við hliðin algjörlega minn maður, það var gaman að hitta hann á hans já, maður, ég get alveg vikinu það ég fældi 1-2 tár þegar að sjá okkur faðmast þetta á hann Eru línan á Íslandi núna sko 23,5 Já Er það ekki alveg sæmilegt? Við erum að fara að hendi, hvað erum að fara að hendi 20 í fyrri allavega Við hendum við meira sko. Hér er búlis að kúka eitthvað hérna í Það endar í 45 mörgum með þessu sko Inn á með teit Setja eitthvað á Hvað ætla að setja á? Gili, hvað viljum við setja á? Setjum bara eins mörg og við getum skorað Þú veist eins og línan er há Já, bara fjöldi marka Það viljum fara á Íslandi eða yfir 23,5 er það ekki alveg Í fyrri, jú, fyrir það Já, yfir 23,5 í fyrri Það er gott, neglum á það Let's go Náðu því Það er erfitt að ná live nefnilega í handbolta Þetta er svo fljótt að breyta Þetta er svo skemmtilegt Ísland kúpa 17-5 Verður þú með Cuba Libre Cuba Libre og leiturum í ískalt Pepsi Max Nú Já, þetta skoruðu Kubarennir 17-6 minka munin Það styttist í leikli hjá Snorra Gísli Þorgeir, hann hefði getið orðið góður í fótbolta Já, var hann ekki mjög góður? Mjög sigur Hvað sér þau? Já, Dabæti frábært Búlis, getið þið staðfest að Gísli Þorgeir á að geta eitthvað í fótbolta? Bjarki skoraðu þetta Það er bestur í hópnu Birkir í Búlis sagði allt er lægi, ekkert meira Viktor Gísli var góðan afsend Allt er lægi gatt Birkir í Búlis sagði allt er lægi Ég held að sé eitthvað mest að sko Bjarki Már Elís ég ræði stendur við hann með uppbytunarboltan hann segir að hann sé bestur, ég held að sé mest að lígi söguna sko. Ég get staðfist að Óðinn að rétt hjá hann með Óðinn sé slakastur Ég var í fótbolta með hann með árumóndunum og ég saltaði hann setti 2 Þú er með skills Nei, sko málið var ég var fremstur setti 2 í grill á hann Þeir kalla sig hvað Íbroka Berba Aron Pálma er bestur að þeim hann var góður í fótbolta Elliði náttúrulega var hann ekki í markinu Ég hef ekki hugmynd Ég held að ég sé ekki lúga Elliði á markinu því hann er náttúrulega bara með lengsta faðm sögunar Ég held að hann hefði náð langt í markinu Það er líka í svona, þú veist að þegar maður var átt í svona uppbytunum fótbolta og þeir sem voru með besta touchi voru eiginlega bestir þeir sem gáttu svona kontróla boltan þetta er náttúrulega bara skoppað út allt sko þú veist ég var bara alveg að reyna að vera fyrir sko Viggo, nei, ég er alveg stæðið Viggo hann er mestarúsleik í Breiðablik sko, hann er bestur auðvitað Viggo Hvað erum að tala um í það? Fyrir utan Viggo Erum við Bjarki? Nei, Bjarki! Ef við færum í fótboltalandslið hverju getur eitthvað í handboltar? Það var náttúrulega Aron Einar Jón Dagur og frábæri hamstar Gylfi sig í markinu Jón Dagur ágóður Gylfi hann með svona markmannsholningu sko Það er ekki fleiri Ég sko Sverri, ég myndi henda honum á línuna Sveppin á línuna Negla honum á línuna Hvaða gæjar ætla að við geta eitthvað í handbolta? Var Jói Berg í handbolta? Já, þú veist, við vorum með lið í bjöliðum í Blikunum bara eitthvað að leika okkur sko, Viktorinn var langbestur Er Jói Örfendur? Já, hann var minnum í því hodni sko Já Örfendur í vinstra Hötti á miðjunni, Viktor í skittunni rosalegt lið Viktor en það var bara handboltadeild Breiðabliks lögðum nýð Já Alli Jóns að þjálfa
Hörður Snævar á miðjunni, ég reyna að sjá það. Hann hefur basically staðið þarna á sama stað og Viggo hann núna og bara verið að hann hafi verið svaka góður og það hefur verið hægt að fara í auglýsingarklíða meðan að boltin var á leiðinni. Vantalega að dribbla nokkur sinnum. Ég var í horninu og ég viss alveg að ég væri lélugur en Höddi held að hann væri drullu góður. Viktor Unnar hefði verið rosalur. Hann var alveg hendi bara 14-15 mörk í bíliðinu. Hann var í gúmisbakk í dag, hann hefði drullast til að vera áfram í. Held ég ef hann hefði valið rétt maður. Hann var í gúmisbakk núna, hann var í geðveikt. Það ekki farið í þetta redding kjaftaði. Hvað fekk naflinn svona góðan orðaforða? Er það ekki bara út að alin upp hjá fullorðnum foreldrunni? Já. Og kaupa. Nei, þessi orðaforði kom löngu fyrir kaupa, hann á ekki dísu. En já, þetta sé ekki bara það. Ekki hafði ég maður eitthvað annan til að tala við. Nei, en danska bróðum. Þú talar líka reybrandi dönsku. Já, ég snakka líka svo dansk. Já, hvernig getur má sjá, hvað er að gera stöðunni? Eftir að við settum hérna á sóknarleikurinn búin að vera hörmung. Þeir geta skorað 2-3 á mínútu. Þeir á 7 reyndar núna. Það væri nú hægt að tróða kannski 2-3 auglýsingum til viðbótur á íslenska landsbúningin. Já, rallybúningin. Sjáu einhverjir hérna blaklaðir. En besta auglýsingin er aftan á. Já, þetta er svo köllum við, sko, með auglýsingarnar að köllum við Það er mínir menn á við erum að styðja við byggðastefnu. Já, Arnarlax og Vestfirðir. Það er það, kærlega. Með Rabbit og Arnarlax, þetta er svolítið business at the front, party at the back. Já. Það er vel sett hjá þess. Kúpa er ekki með neina. Nei, en Bjarki Már, hann er svolítið að fokka mér upp í bettinu með 2 klikk hérna og því hann fer út af í hálfleik. Eru mörg landslið með auglýsingar eða? Það er öll landslið. Kúpa bara, það eru nóg til greinilega. Já. Það er bara ekkert til. Kannski Borg er þetta sjálfur. Viktor er búin að vera alveg. Hann er með einhver sjóðandi. 12-13. Setið nú eitt mark hérna. Þetta væri eitt frá Gísla kallinu. Þetta væri að þú myndi setja hann kútur minn. Ná Gíslanum að þessi gang. Eitt viðreisnar skot. Já, Bjarki, hvað vantar Bjarka núna hjá þér? Hvað er með mörg núna? 3, vantar 2 eða? Já, er hann ekki með meira en það? Nú með hvað er Bjarki aftur? Hann er 8. Ég fíla ekki leikmenn, ég vil hafa hérna hotnamaðurinn minn. Ég vil helst hann sér nummer 9. Það er svona Konráð Ólafsson á sín tíma. Já, var ekki Gummi? Gummi, já. Konráð Ólafsson kannski ég nummer 8. En sko, ég vil hafa sjá. Og svo Línumaður nummer 2. Grýttunum að Bjarka þarna. Línumaður á nummer 2. Já, ég var stundur nummer 2 en svo skipti ég yfir í 7. Já, það er, ég vil hafa skittur. Ég vil hafa skittur nummer 7. Það var bara 7. Skittur nummer 7-11. En 90. Hotnamaður nummer 90. Já, frekar 69. Púsi fór í það og var ekki bannað. 69? Já, fekk hann alveg að vera nummer 69. Já, ég mun akkurat að það vera bannað. Nei, ég bannaði ekki. Fór hann í það og Nei, kannski er ég Var út af einhverju öðru sem hann kallaði það eða eitthvað? Hann var allan fyrir gekk undir þessu viðnefni allan. Já. Ég held að það verið út af treyjunni. Já. Það heldur það ábyggilega flestir. Slæðir alltaf í gegn mér mennur nummer 69. Sjá þetta. Menn prjóna sér bara í gegn. Já. Einu, það var skref. Skrefarinn. Er ekki alltaf búin að læra skrefregluna í kúpu? Nei, við taka stór skref, kúpurarnir. Bjarki fann alveg sinn. Þetta er ekki nema þeir eru með 9 tapaða bolta. Kúbumenn. Við erum alltaf þetta aðeins að fækka boltanum frá því á múti grænu við. Já, við erum í 3, það er bara gott. Já, var það ekki 13 í síðasta leik? Já, það var eitthvað svo leiðis, allt og mikið. Já. Þetta er Janus. Það var engir verið að prófa ný leikkerfi í handboltanum með það. 4-2 á línu. Jó, ákvæðingarnir voru svolítið að vinna með 2 línu. Menn spila stundum í yfirtölum. Þeir eru í 4-2. Þetta er svolítið Sebastian Alessandursson, hann var svolítið að vinna með 2 ef ekki 3 línumenn þegar við vorum ekki með hotnin. Erum menn hættir að taka markmann út af það? Nei. 7-6. Það er ekki búin að minnka það svolítið, það er eiginlega bara þegar menn eru yfir. Nei, einu færri. Já, þú veist líka bara í svona alþjóða handbolta sko, þá eru svona fljóta refsa liðin sko. Þú veist, lið sem hafa reynda á móti okkur, þá bara kemur fyrir 11 á miðjuna og tekur hérna. Þetta er svolítið Mayday kerfi, skilur. En Norður Makedóníu? Já, þeir eru svona bestir í þessu, eða svona spila þetta mest sko. Ég veit ekki hvort sé enda þessu, þeir hafa spilað þetta mjög lengi. Með líka 2 svona sjáu þið núna hérna alveg hörmulegt múf, sjáu þetta. Hvað er þetta? Við vorum að tala að við vorum búin að fækka tækni við. Það verð. Menn fór ekki mikið tíma til að fagna mörkunum í dag hjá Rörs.
Nei, það vantar svona aðeins að fá aðeins að dansa eftir. Taka stúkuna. Þetta var svolítið orkulöst hjá Bjarka. Já. Bjarki ekki svona þessi dæmingeri massa handboltamaður. Nei. Hann gæði. Já, hann með svona tæknilega góður. Tæknilega góður fyrst og síðast. Þetta ekki svona einhver bilur sprengja, sko. Nei, ég vil eitthvað allir handboltagaurar elska að lifta. Já. En, hann elskar að lifta sér upp. Nei, maður segi svona. En hann hefur satt mjög gaman að fara til Englands að syngja og tralla. Já, hann er mítsenningsmaður. Og Íslandi líka, hann tekur þetta líka alveg bara fyrir Húsavík og vinahópurinn hans tekur þetta alltaf einu svona ári. Fara á einhvern íslenskan leik og halda með heimaleginu. Svo var hann með félögum sínum, Hugo Descat og fleirum úr Vestbrem á, hvað var Ísland-Ísrael? Ísland-Ísrael, já. Hann var í bóksinu. Hann var í Budapest, ekki? Já. Sóti Wii. Já, Ímir. Þetta var ekkert eðlilega lélegt skot. Við erum að tapa þessu betti. Færeyingar spila aðalega 7-6. Svo kemur Jón Gunnarsson alþingismaður. Pæli ef að Bandaríkinn væri all-in í handbolta. Við erum búið að hnúða saman liði úr NFL og NBA. Þetta er pælt okkar í þessu hverju ári. Ég held að þetta sé ekki hægt, sko. En ég var að sjá þetta er alltaf að vera með eitthvað common sense, sko. En nú þeir getur að hoppa bara 30 metrar upp fyrir punktalínu og bara eitthvað nelt og ég veit ekki hvað það myndi enda, sko. Ég sýndi samt eitthvað NFL Europlið að láta vita Stefánin sjálfa. Hvort þið veitir prófan og þeir sögðu nei, hann verður að hafa spila ameríska fótbolta, það er ekki nóg að vera stór og sterkur. Þó hann sem bara vera fyrir. Ég hugsaði með mér linebacker. Nei, þetta er sama með handboltana, var alltaf að vera að tala Hlyn Bærings og eitthvað svona, sko. Óli Stefán er að tala það er alveg ótrúlegt. Þú gætir verið svona wide receiver hjá Bill Belichick, svona þegar hann fer stuttukerfin sín. Hvítur, svona gríti sem Tom Brady hefði bara getað grít á. Hvað var Gronkarinn? Var hann mættur síðan? Ég var búin að ræða þetta. Teddy er tight end. Tight end, er það tight end? Já, tight endin, þá er það svona aðeins þykkari, stærri, hægari gæjar en wide receiverinn. Og svona ert svona, tekur með þessi stuttu kerfi og ert að blokka líka á þetta. Gronk er minn maður í þessu. Hann stórstrákur. Þetta er léttur Gronkari, sko, og það er svona létt yfir þeim tömur. Léttir ljúgur og kátt. Já, þeir eru einfaldir báður, Teddy og Gronk. Ísland komið í hvað. Það er bara þessi. Það er lögðarskvöld. Já, Dóttir í Tom Brady rósti. Við sirkusinu var ekki á Kúberjum. Sirkus 21-9. Þeir að pæli sirkusmarki. Hvað er ekki í fríkasti samt? Ég var bara að skjóta frískot. Ekkert verið að gefa hann Það er ekkert skemmtilega en að standa í svona hávörð með þegar að menna tíminn og gaurinn eitthvað sér reyður sem er að fara að taka kontu bara með þessi fóru klipping og baði með Joshua Sirksi bakið ég bjóða upp á bakið, það er verra en er engin en hafa einan að liggjandi undni fyrir neðan já, veit ég voru þetta í smettið á honum? Nei, hann á að verja sig en alveg við það, Ímir er ekki sáttur Nei, Ímir er að segja hann verði sig ekkert að þessu Píparinn sko heiðarlega píparinn sko Er það pípari? Já Eru við 3 bræðarnir, 2 píparar Pabbi er með risa fyrirtæki GG Lagnir Erum við ætlum að taka smá pásu meðan að við ætlum að fagna þessum 12 marka forystu En það er ekkert komið
Það ég er komin í Grindavík í jakka minn. Mér fannst Grindvíkingar vera að gleyma svolítið í þessum handbolta. Já. Og þá fer ég beint í Grindavíkur í jakka minn. Já, hann klappa fyrir því hann þetta. Þeir skora. Þeir skora og skora. Skora og skora. Herðu, nei. Herðu, Trump coin er komið 13.000% upp. Nei. 3.000. Já. Tók eitt í burtu. Já, ok. En ég meina, þú veist, það er bara, þetta mun enda í þetta, þú veist, það er bara tímaspil. Búlis, er það að tjekka á þessu coinið eða? Veitu hvað, þeir voru ekki að tala um þetta í dag eða? Jú. Og hvað var þetta þá komið upp í? Já, Búlis eru svoandi. Já, getum við farið inn á þetta? Hvernig var það? Þurftu ekki eitthvað að skoða það? Við vorum eitthvað aðeins meikir. Já. Er þetta markað sem er alltaf opinn eða? Já. Það er dip. Er dip núna? Já, við erum að setja. Maður kaupa dífur. Já. Er þetta paprikubræði, þessi dífa? Já, og heitir hann? Barcelona eru komnir yfir í sínum leik í kvöld. Hver skoraði? Jules Koundé með markið. 1-1 hjá Atalanta og Napoli. Nú Færingar spila bara 7-6 segir Kjartan Fannberg. Þannig að Færingar er ekki á þessu móti núna. Nei. Sem er skandall, gott líð. Það er dröður næst sem mann byrjar að fara inn á svona mót að þá voru heldur að fara út af þeim eins og nú erum við konur inn á þetta í kvennaboltanum eftir að Rússland datt út. Nú erum við bara orðnir ásöðundur. Það erum hann alltaf. Já. Og það voru verið að dæla út einhverju wildcard sætum og eitthvað menn, voru að Færingarnir myndi fá það. Já. Við fengum það. Var ekki Bandaríkin? Já, það er þreytt. Var ekki nafnlega það? Það er náttúrulega klálega eitthvað pening. Í hverju? Ég datt það ég var að sem fengur wildcard á mótið. Kóngurinn er komin í marki, getið sagt ykkur stráðar. Bjöggi er komin í marki, ég var að fá SMS að utan. Bjöggi er komin í markið. Sko, eru þeir samt eitthvað að fara eitthvað í 7 og 6 eða eitthvað? Já, smá tölfræðapakki, ég tók saman smá tölfræðapakka. Já. Pakka takk. Ellið, hann er búin að, já, eins og kom inn og þakka tröstið. 5-5, það hefur, eins og sagði nú í viðtölum eftir leikin að það setja svolítið í honum þetta rauða spjald og hann tók þetta inn á sig. Aron ekki meira spila hann, bara klára á mándaginn. Já, ég minna og það er einhver Aragrú og stóðsendingum í þessu líka. Hvað finnst ykkur fallegasta millinafnið þarna? Snær, Már, Björn eða Örn? Már, Björki Már, ég var að segja það. Már, já. Snær, Már, Björn eða Örn? Fallegasta millinafnið? Snær segir Hrafnkell Freyr, Theodor Ingi minn. Hvað segir þau? Fallegasta millinafnið þarna? Hjá okkur? Já, hjá þarna. Snær. Já, Snær er Ísland. Já. Andri, ert þú með eitthvað millinafn? Snær. Ég er með Már. Þú ert með Már. Ég og Bjarki Már. Já, flottur. Já. Það var sko Sviss og Bandaríkin fengu wildcards. Já. Já, og Bandaríkin hafa ekki efna að vera Sviss er góðir. Svo það ekki er. Já. Stóðu í þeim bara í 55 mínútur sko. Gerðu náttúrulega þetta fræga jafntefli á móti Tékkunum. 17-17. Viktor Gísli, hann er með 50% markværslu. Með 9 bolta. Já, hann er búin frábær. Sjáu ekki Bjögga núna koma inn og Ég held að Bjöggi seti jafnvel 2 mörk. Eigum að segja að Teitur spila setni. Það er gott er bettið. Nafli, eigum að henda þér í dokkbrókina og ert í henni? Nei, ég er nefnilega ekki í henni. Við þurfum að taka eitthvað stærri leik. Já, við hendum í henni að það er eitthvað stærri leikur í gangi. Já. Ferð úr henni þegar að þið vinnir slóðina. Ef við komumst í millir, nei, hérna undanúrslit. Ef við komumst í millir yfir. Nei, undanúrslit, ekki í millir. Það er úr henni að bölli. Ég sel mig ekki það ódýrt. En ef við förum í undanúrslitin, Theodor, pökkum í tösku. Þá þarf nú Víðlensson að þú ætlar að fara úr frá neðan, sko. Það var heldur Víðlensson til að ná því. Já. Sko, þetta er að byrja 21-9 og Orri komin inn. Gísli, hvernig var að setja eitt? Teitur komin að þrusa. Óðinn. Þorsteinn Leó, heyrðu. Óðinn! Sko, þessi betti okkur eru alveg sprelljandi. Já, ég er samt í ruglunni, ég er bara óversi gott hjá mér. Já. Hver er hérna Ríkharður pappans Óðins? Er þetta einhver kannast ég með hann? Þetta ekki síðan. Rikki. Fokk, þetta er hérna, hvað gerir hann? Hann er í einhverju innan, pípari eða eitthvað. Já, ok. Nú er ég að fá okkur. Ég ætti að þekja hann. Nei, ég ætti ekki að þekja hann. En er þetta einhver háká kallega? Ég veit ekki hver er pappans. Nei, ángurís held ég hann sem meiri bliki, sko. Pappans? Já, þeir eru náttúrulega Hann er Smárun. Já, hann er náttúrulega Smárun, sko.
Það búið að leggja niður handboltan í Breiðablik. Sko Breiðablik í handbolta. Geir Hallsteins tók hann var hann að þjálfa. Þetta Alfons, Willum og Óðinn og fleiri sem voru í saman bekk þarna. Málaskóla. Já, Elias Björgun og Bjarki Finnbogason og þetta allir þessi kongar þarna. Ruðningur. Óðinn búinn að skora á að fiska ruðning. Já, ég ætti að gefa Björka þetta sem líka var Já, var í bolta, já. Upp með Þorsteinn. 70. Nei, Jesus. Serðu þarna, þetta svona leikmann, hann á ekki að vera hík eitthvað. Bara hugsa, bara upp og negla á helviti smarkið. Risarnir yfirleitt þannig. Risarnir alltaf þannig. Sástu Héðinn Gilsson eitthvað að vera að drippla og leika sér eitthvað? Skref og brott. Hamr! Já, hann betti mitt á unni, það lítur vel út. Það fyrir vel að stað, eins og mann segja. Já. Hvað var línan á því áttur? Það var 4-5. 4-5, já. Nei, 5-5 príkju, held ég. Já, ok. Það var þetta að gera bæði. Þú varst náttúrulega að reikna með vítónu líka. Já, ég var að reikna með þrátt fyrir hann sé 1 af 4. Reynir Ágúst spyr nafli, Bjarkabett dött. Já, það er dött. Orri klárar. Ekki þeim Orri bara meiðist. Já, King Er hann í markinu? Já, King Reynir Ágústur var með mér. Peppa á hann, ekki verið að fara að setja hann. Teddy getur hrútskýrta fyrir okkur þegar þú skoraði 23 mörk gegn IR með lukkunni í den. Já. Hver er lukkan? Lukkan er hérna, var utandeildarliði. Eitthvað utandeildarliði. Spilum á móti öðrum flokki IR. Í annari deildinni. Nei, þetta var eitthvað í önnu deildi, ég maður ekki. Kallmaður mætti börnum. Já, ég var hérna nýmættur eftir einhverja liftingaræðingu og það var hann að einu sinni tók ég svona kæru og sett hann úr hægri skittunum undir skoti. Náðu kórdringir aldrei flugi í handboltanum? Hvað segirðu? Náðu kórdringir aldrei flugi? Helvitis leikmenn þar? Já, ekkert eins og í fótboltanum sko. Reyndu nú að fá mig þarna einu sinni. En það voru skotnir rækilega, það voru búin að henda þeim. Já. Skoraði Gísli Þorgeir ekki eitthvað að mörkum hérna árum áður? Jú. Já. Íþróttamaður ásins hérna. Jesús. Óðinn. Óðinn. Thor Ríkhardsson. Þið hérna, Teddy, fórstu þú ekki að móti mér yfir á Gísla? Já. Þú gerði það. Fórstu undir. En sjáum líka svolítið, þú veist, einhvern veginn, hann er að spila núna í seinni hálfleik, það bara á einhvern veginn að íta honum í gang. Já, það er þetta er svolítið svona eins og, þú veist, með kaldan sendir að látið hann taka víti til að koma honum í gang. Já, Diego Forlán fór þannig í gangi á Manchester United. Og rest is history. Já. Tryggði 2003 titilinn á mörgu liði. Númer 2 í hægra horni. En fyrir ekki þetta, ég var með 4-5 áðin. Hann tryggði þetta titil 2003, Pónsa mín. Já, ég sagði það. Nei, hann ger ekki neitt. 2003? Já. Býtu, sett hann ekki vinner á móti, sett hann ekki 2 á móti Liverpool, setti vinnirinn á móti... Já, það var fyrir áramót. Já, ég er að segja að þetta var mikilvæg stig á leiðinni. Það var ekki squeaky bum time, He came from Uruguay and made the Scousers cry. Diego. Hey, long range. Já. Long range. Hver skoraði þetta? Þorsteinn? Já, ok. Ég þarf sko... Ég vilja Björka, gefa aftur á Björka og hann setur hann. Þetta er svo same í bandarækjunum from downtown. Sko ég er nefnilega þungur á Þorsteinlega sko. 1-5 og 2-5. Með hvaða leið spila þú Þorsteinlega? Hann spila með Bordeaux. Hann er að spila með Porto de Portugal. Við þetta tókum á mótunum þetta hérna í kriganum þegar Valur mætti Porto. Já, þú tókst á mótunum og rakst mig og litli stóri Barbasilski! Er ekki miklu Barbi! Skemmtilega heldur en að vera eitthvað í Melsungen eða Magdeburg að vera bara í Porto og Sporting. Jú, þetta var góð sending á hann manna. Hverju imdi Þýskaland? Ég væri til að vera í Boa Vista. Já. Það er í Porto. Ég væri til að vera í Benidorm. En sko Bundesligan er svona eins og ennska úrvalsdeildin. Það er alltaf, þetta er svona jafnast, þetta er alltaf erfið leikir. Þú ert ekki að slaka á þar sko. Meðan að í stóru liðum í... Alla kemur upp! Já, vel gert. Skoraðan? Gert drengur. Það er maður að tala um að sérsveitin sé eiga toppleik upp í... Benny Bongo er að slá. Gísli Þorgeir Kristjánsson með sneið á Birki í Bullis sem sagði að hann væri allt í lagi í fótbolta. Benny Bongo? Það er ekki meira en það. Hann sagði, hvað getur hann í fótbolta? Allt í lagi. Benny Bongo var í herra Ísland. Já. Ángríns. Var hann? Já. Hvað ár? Akkur hættu við
Minn uppáhalds er að Ísland þáttakandi var Hatti Pitt. Hann var geggjaður. Hann mjög flottur. Minn uppáhalds eru þetta sjálfsög Jón Guðlaugur Viggósson. Já, sem lenti í öðru seti. Minn er Henning Jónasson. Minn er alltaf Harry Samstedt. Það er aldrei einn maður átt salin í að rúsa. Var hann ekki orðið virkur á samfélagsmiðlum líka? Svona í seinni tíð? Jó, hann er í hverfagsgrúpum og svona. Hvernig væri Herra Ísland 2025? Mikki Harðar. Þú? Já. Nei, aldrei ég er ljótur að maður hlýna á þessu gæðin, sko. Nei, þú ert það ekki. Sko, Mikki geti farið og pappans líka. Já. Svona wildcard. Sem wildcard, já. Svo Gísli. Teitur. Ítakast. Svo mjög svona manly náungi sér Teitur. Já, alveg róta á honum, sko. Já, svona eins og ég, svona. Þeir eru með sömu rótinu. Rætt að raka á tvekita af resti. Rosalega mikill kraftur í honum. Sjá það, þetta gleysir. Hvað sér þau? Jésús. Já, með seðila. Scott McTominay. 2-1 fyrir Napoli. Djöfull er hann góður maður. Já. Declan Rice. Framhjá. Já, sér þetta ekki oft. Þetta var umrögt, vítaður. Orri. Er hann massaður þessi góður það? Orri? Já, hvað? Nei. Þessi hotnamenn er alveg hættir að vera massaður. Já, spurning var fljótir. Já, bara slúta. Það verður að vera mýkt í öxlum. Já, en Guðjón Valur fór alveg í salin. Og Petson líka. Guðjón Valur fór alveg í salin. Ég held að Guðjón Valur fór bara og klínaði held ég bara út í eitt. En það spilaði hann til færtur. Já, hann var ekkert mikið að krulla hendilega, sko. Þetta var skot. Alveg skot. Og svo er þessi sóknarfrákust sem kúpurjarnir eru að taka. Hvað var þetta maður? Það var lengst fram hjá, sko. Þetta var út úr húsi, sko. Var þetta Garcia? En Bjöggi, hann skuldur að koma mark. Já, ég þurfum Bjöggi að mark. Það væri stærsta betti ef það dettur, sko. Það var alveg 3 í stuðulega, sko. 3 og 10 mér sem. Það er einn skemmtileg spurning, Leifur Ingi með skemmtileg spurningu. Hver er top 5 handboltabæjar á Íslandi? Selfoss. Já. Hafnarfjörður. Vestmannaeyjar. Akureyri. Í þess að tölum þetta upp núna og síðan þurfum við að ranka þetta. Já. Ég er nefnilega ekki sammálað sem við eins og varum að kalla þetta og hvað vantar eitt í viðbót? Hvað er að tala um sig? Bestu handboltabæjarnir. Sko, handbolti á landsbyggðinni var ekki eitt eða neitt þannig fyrir svona 25 ára síðan. Já. Sagan er ekki bara þín. Þetta var bara hér á höfuðborgarsvæðinu. Já. Sko, bestu bæjarnir, náttúrulega bara í seinni tíð Selfoss. Já. Já, Vestmannaeyjar. Við erum með hann. Herðu, svo stilli og það er bet 1. Það? Vel gert. Yfir 1,5. Bet 1, 1,5 og ég þarf 1 frá hann við viðbútt. Við erum með Selfoss, Vestmannaeyjar. Já. Viljum við haga Akureyri? Nei. Þetta er nákvæmlega. Það er ekki. Bang. Hvað séru? Já, Mosó. Það verður að vera þarna. En sko. Ef að hafa nesið þarna. Frekar en Hafnarfjörður. Frekar en Hafnarfjörður. Hafnarfjörður alltaf. Já, er að tala um bæina sem slíka. Kópur, já. En sko, Akur vil ekki hafa Akureyri. Þeir eru búin að lélega svona í setni tíð en við erum bara að taka allt inn í þetta. Það vantar fleiri góða leikmenn frá Akureyri. Já. En það sem að svona bæir, það sem að snýst allt handbolta, er það ekki Selfoss Vestmannaeyjar? Jú, þessi tveir. Það er svolítið þannig. IBVF í seinni tíð. Já, ég er að tala um það. Já. Á tímabili áttu bara að leggja þetta niður, sko. En nú snýst allt handbolta í Vestmannaeyjum. Það er svo topp 5 handboltabæir. Já. Sko, hann Valdimar Þórsson, hann er frá Hveragerði. Hann er svo besti frá Hveragerði. Já. Gerði Garðin Fræja með Selfossi og fleiri liðum. Val og FH og HK og ekki líka. Fram. Hvaða bæir eru svona óvæntir? Það er náttúrulega sko, Suðurnesin hafa alveg látið að dega sig svona. Já, heldur betur. Í seinni tíð. En náttúrulega í gamla, þegar maður skoðar svona gamla fréttir, þá er bara Njarðvík og Keflavík og ég og handboltamark í Blúhöllinni. Sko, ég hef spilað mótsleiki í meistaraflokki á Egilsstöðum. Já, á móti Hetti. Já. Ég á nú bara það ömulega rekord, ég hef tapað fyrir Skaganum í handbolta. Á yngra ári. Það er bara vestar bara, þú veist, þeir voru bara stærra og sterkari en við. Við með svona 80 kerfi. Skagan með kunningin 1. Voru ykkur í fræði þar eða? Ég er einilega. Já, er hann 79? Já, Bjarni Guðjóns. Já, Bjarni þetta. Þeir eru sterkir. Og við mættum hann að þraut þjálfaðir og töpuðum. Já, þeir voru outmuscled í þessu leik. Já, outmuscled maður. Sko, já, Mosesbær er hárrétt. Hvaða fleiri bæir maður?
Já, Vestmannaeyjar og Selfoss verða að vera þarna. Já. Það er alveg nokkur á nesinu. Breiðholtið. Viggo er á nesinu. Já, ætlum að fara í hverfin líka. Nei, við erum ekki í hverfin. Það gengur ekki Reykjavík einhvern veginn á aldrei heima í svona samtali, sko. Kópavogur ekki heldur fyrir. Já, svo náttúrulega bara samt Hafnarfjörður verður náttúrulega að vera þarna, sko. Þú veist, það er náttúrulega bara jihadið í handboltanum á milli F og Hauka, sko. Alltaf fullt af leikmönnum. Já, það er líka samt skemmtilegt, við erum með það. Þetta er alltaf samt svo rægir leikmenn. Það vantar þetta... Já, killing mentality. Svona upp úr svona þegar maður er að alast upp, svona late 90s, byrjun þessar aldar, sko. Það var allt geðbila þessi lið mættu, sko. F og Haukar? Já. Hauka fór F og fjall í B-deild og eitthvað, sko. Já. I was there. Já, þetta varst þú þá mættur. Þá var ég mættur. Já. Þorsteinn Leó, heyrðu. Er ekki setna bettið að koma líka? Ting. 1-5 og 2-5. Það væri gaman að fá þetta svona grafíst. Já. Hvað vantar við núna? Þetta teit. Þú ert að negla alla 4. Já. Það kallast að lesa leikina. Húsavík var með iconic mode í kannan þetta. Það er alveg hár rétt. Þeir, sko, íþróttahúsið þar heitir Höllin. Já. Svo mætur í svo höll. Er ekki Gulli Arnars þaðan? Pálma Pétursson? Jú. Er það ekki þannig á Akureyri líka? Er það ekki Höllin líka? Jó, stóra, já. Hver er fleiri? Það er á pottitingu. Já, það er alveg... Bjöggi. Þetta var rosalega sending. Skjóta bara. En kann þetta? Leitar að myndaðalunni? Við vorum að tala með Bjarka, ekki nema Orri meiði, sko. Hann er í lagi með hana. Vona það, þetta var helvít þreytt að hann fór eitthvað í öxlina á hann. Þessu leið þetta var að mýðast. Sjá hvernig snöggur, sjá að vera hann er bara, þetta er bara Tom Brady vikt, sjá þetta. En það er fíblið að fara í hann þarna. Já, þetta lítur ekki vel út, sko. Nei. Leikur sér aðeins. Já. Kúbes, tricks. Já, ok, hann heldur leika áfram. En svo var þetta, kom í ljósa allir þessi gaur að koma úr Red card, Rodríguez, þetta er hárrétt. Bara þegar maður er komin í döðafæri, þáttu bara að láta hann í friði. Já, þetta er bara stóra hættulegt. Getum við, af því að við erum svolítið eftir, getum við ítt þarna dæminu aðeins áfram. Sem að... Er þetta í skjáin? Er að fara í skjáin. Já, þetta er svingróft, hvað er þetta að gera þetta? Já, ég heldur sem að reka vitlu sem mann út af eitthvað. Já. Það getur verið skýringin. Ég hef ekki 2 mörk frá Gísla. Allavega 1. Þegar nú er... Hvað er þetta að gera? Já, er að laga. Er vitlus. Já. Vaskes. Lukas Vaskes. Já. Hunskast út af þarna. Snáðu. Selfoss framleiðir þessa atvinnumenn á færibandi, þeir eru alltaf númer og vunnu. Já, það er allan með landslið í dag, þá eru þeir svolítið kongarnir í þessu. Já, en það er bara þú veist, þetta gerist upp úr 90s. Já. Það er Einar Gunnar og Gústi og Sigurjón og... Já, svo erum við með öfluga leikmennandi kringu 90 og svo er þessi kjarni núna þarna sem er svona 95 til 2001 eða þú tekur Hauk með. Haukur 97, annars 8. Já, þetta er Janus 95, svo ertu með Ómar 96. Elvar og Ómar 97. Já. Og svo ertu með Hauk 2001, Teitur 98. Þeir eru líka Íslamestrar með engan í marki, það var geggjað. Já, rosalegt. Já. Markmaðurinn var alltaf bara 3 skot eða eitthvað. Þá var Teitur farinn. Reifsís úr og on. Já. Tók hakadansinn. Já. Lína. Lendur. Ég veit að er eitthvað stemmar að fara í einhverja línu núna? Já, það hegi. Er eitthvað... Þetta var hryllilega vippa. Þetta var hryllilega vippa, sko. Þetta var eins langt frá því að ganga upp eins og maður hefur séð það, sko. Já. Línan 21,5. 21,5. Vinna með... Já. Gísli? Já.
Það er alltaf að vinna 1 bett hérna í kvöld Get in. Flottur. Var ekki 2,5 línan eða? Já, komið 2. Sko ef það dettur og teitur þá er alltaf detta sko. Það er átó. Og Nafnir, Nína. þá splæsi ég flöskuborð á Nínu fyrir því sko. Við félagarnir, við erum nú að góða stundir á mörgum þessu stöðum. Jú, farið yfir þetta allt saman. Heyrðu, þetta var Þetta snirtilega var gert. snett, já. Snyrtilega Gott hárband gert. líka. Já. Já, þannig er þetta. Fórgjöf, já. Þurfum við Óðinn í gang. Óðinn í gang og teit líka. Já. Alltaf skemmtilegt þegar menn snulla niður framhjá mann. Já, það þurfum líka að ná teitið, þú veist, hann þarf aðeins svona, þú veist, við mögum ekki þurfum að treysta of mikið. Óðinn hlýtur að taka þetta viti. Þetta Gísla línuna. Sveinn Jóhans er ekkert búinn að spila. Nei, hann hlýtur að koma nýja treyju og allt þetta. Jú, hann er að steikt fyrir það. Hann er hann. Mér finnst hann flottur sko. Sérðu, Holning á hann. Þetta er alltaf bara glórulust. Er hann að spila í Hvolsstaða? Já, hann er alveg hlutverkið hann sko. Hann er ekki starter en Af hverju er Orri að taka annað víti? Það verið að hitta hann upp fyrir trekkjan í gang. Ég get svo Já. Hann er nummer 18 eins og Bruno Fernandes var til að byrja með. Nei, 19. 19. Hann er með 19. Já, Dvætt Jórk. Það var eitthvað. 99. Þetta Er hann? Já. Er Orri Júnend Þetta er Dvætt Jórk. Dvætt Jórk. Er hann 99 módel? Já, hann er fæddur árið fræga. Þetta er alltaf bara tribute til Dvætt Jórk og ekkert annað. Það er nú bara þannig. United maður og Pullar að keppa svo stöðuna. Já. Hvenær á hann afmæli Birkir? Er hann fæddur í maí? Hann í lok júní? Já. Bara nokkrum dögum eftir. Okkur dögum eftir þetta gerist. Já. Í vorkinu svo strákum hafa ekki fengið að upplifa þetta. Ég sé hérna gaurinn í Hafnarfirði að hann er haugum í fótbolta. Þetta er Mikael Óven. Það er eitt besta nafn á Ísland. Mikael Óven. Herðu, sá þetta marka senna? Hann er fættur í kringum Balladórin. Tók hann ekki hérna ellið að múið á þetta? Sjá þetta? Sjá, hérna kastar hann, sjá þetta. Sjá þetta. Jú. Hann tók bara... Hann kann þetta greinilega líka. Já, þeir eru búin að ræfa þetta stráðinir. Þessi hefur geggjaður. Hvað treyja þessi? Hensson. Hann er í að Hensson svona eitthvað. Það er náttúrulega ekki verið að selja treyjurnar. Alltaf finnur Hensson eitthvað leið til að búið til cash. Já, það er náttúrulega bara því að sérsamböndin er að drull á sig með að vera ekki með þessa búninga í sölu. Það er náttúrulega bara mætir Hensson. Sérsamböndin, hvað er blækið líka? Nei, KSI 2016, það var treyju vesen þar. Nei, hvað með KSI, þessir hérna búninga? Já, það var vesenni með hérna, það var alveg haugur í Hensson þá. Það var bara því að þeir voru bara, þú veist... Það var eitthvað skortur, þetta var alltaf, seldist allt upp og eitthvað. Ég keypti nú bara landsliðsrauna, það var ekkert vesen. Já, þú náttúrulega alltaf með sambönd. Nei, það var alls ekki 2016. Jésús, menn. Hvað? Mínir menn í bassa að skýta á sig. Hvað er staðin í bassa? 1-1. Það er ekki komin hálfleikur. Þetta er rosalegt, þetta var Napoli klárar Atalanta. Já, það var Erkonar á toppinn. Nú, top 5 körfuboltabæir, já, Keflavík, Njarðvík. Já, Keflavík, Njarðvík. Hvað vil ég hafa þarna líka Kili? Eru við með... Nei, ekki Garðabæinn, það eru aldrei orðið Ísland 3. Ég myndi setja Ángrís bara Stykkishólmur. Já, ég var myndið að hugsa Snæfell. Geggjaða leikmenn á síðan tíma, sko. Já, Þorlákshöfn. Bjöggi! Já! Þetta er dottinn! Bjöggi! Það var aldrei að vera klíkur. Björgvin Páll skoraðu nú margt. Það var að gera. Ég ætla að fara stærri. Djúvel hlakkaði til að lokka mig inn á reikningin og eftir maður. Já, krókurinn. Við vorum bara, við höfum alltaf tekið krók. Já, bling bling. Já, bling 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 bling. Já, krókurinn var alltaf þetta svolsvið. Já, ég var aðeins að fokki Gunnar Birgis og félögum sleppa króknum. Við ekki neða. Það er ekki það stórun. Nei, það er alveg hárrétt. Það er nóg af stórum, eða Hlynur Bærings og Nonni Mæju og þeir eru litlir. Siggi Þorvalds og svona, þeir voru að vantar stórunöfnin. Stíksól. En hvað ef við tökum þetta þó í svona... Gunnar Birgis segir alltaf, það vantar stórunöfnin. Já, ef við tökum þetta þó í power ranking, bara top 3, nummer 1 Keflavík, 2 Njarðvík, hvað er nummer 3? Já, það er góð spurning. Sko, Reykvíkingar hafa búið til allar sem bestu, sko. Það er ekki en NBA-gaur að koma ekstra náttúrulega á landi, sko. Djúvel er þetta fast. Já, þrjú vest... Grindavík eru við steiktir, maður. Hvað, Gummi Braga og hver? Páll Axel Vilbergsson. Jón Axel. Jón Axel, Óli Óla. Já, vá, Óli Óla. Það eru örugglega fleiri í gamla daga. Já, bara Gummi Braga.
Helgi Jónas Guðfinnsson, hann var góður. Bræður Óla, Þorleifur og aðna... Jóhann Þór Ólafsson. Nei, aðalega Þorleifur og Jóhann var ekkert sérstakur, sko. Nei. Ertu ekki fann að segla svolítið langt þarna? Já, ég þurfa að hugsa þetta. Allt landsliðsmenn, sant? Ég þurfa að hugsa þetta. Sjá, Kúperjarnir. Já, ég seti þetta svolítið. Skemmtilega fléttur. Þetta var glæsilega gert. Höppi Grindavíkur treyni ekki að bakka þetta upp. Hvað er Hér var í Grindavíkur beysunni. Ég þarf þá fleiri... Teitur? Nei, Jesus. Já, en við fyrir svolítið aðra bæðu, Tindastóll eiga ekki fleiri. Nei, Myndi ég segja. Stykkishólmur er ekki fleiri. Þorlákshöfn. Já, einn ykkur skítatitil sem verðstu. Þeir eiga einn titil sem eru... Þegar Styrmir hann að þeir tók tróðsluna. Bræður eru góðir, Styrmir og Tómas. Já. Ég segi Báranking top 3, ég segi Keflavík, Vesturbærinn og... Ekki vera með Hvervík Reykjavík, það er fáránlegt. Já, ok, viltu að bara hafa Reykjavík? Er koma líka úr Laugardalnum, þeir voru ekkert úr Vesturbænum. Jón Arnar úr Laugardalnum og... Keflavík fyrir ofan Njarðvík. Var ekki Helgi líka? Alltaf Keflavík fyrir ofan Njarðvík er miklu meiri körfuboltabær. Nei. Keflavík er meiri körfuboltabær. Elva Már Friðriks, Teitur Örlygs, Logi Gunnars, Örlygur Sturluson. Gauji Skúla, Falur Harðar. Já, þetta eru stóri Siggi Ingimundar. Njarðvík eru með miklu stærri nöfn. Já, Valur Ingimundar. Er nafli mættu hérna blúkar hérna herrakvöldið og það er bara Keflavík út í eitt. Já, ég náttúrulega þaðan sko. Það halda þeir í sig að drekka bjór. Ég held að Njarðvík er stærri spilara. Það? Eiga ekki þjálfar, hvaða þjálfar eiga Njarðvík svona eins og Siggi Ingimunda? Freyr Rúnars. Já. En hvernig hérna erum við Gauja Skúla, Fal Harðar og hérna Jón K.R. Gíslason. En í hæsta levelinu hafa fleiri spilar frá Njarðvík. Albert Óskarsson. Logi Gunnars og Elvar að fara í toppdeildir í Evrópu. Njarðvík er heimabær korfunar. Það er bara, við verðum að bara viðurkenna það. Erum við áttar eitt frá Teit? Fall Kristísson. Glemt honum. Kitty Páls. Bestur í deildinni í dag. KP. Það var MVP. Hvað segir? Teitur, okkur vantar eitt frá Teit. Eitt frá Teit, eitt frá Gísla. Er ekki Gísli með eitt með? Er það komið 2? Já. Shit. Þetta er rosalegt, þetta er alltaf detta. Ég held að ég sé að fara að taka 1 af 4. Það er bara Gísli sem dettur. Gísli er með 2. Já. Er hann að... Ég satt að koma mér í erfið stöðu hérna nafli. Hvað? Bara var að bjóða íbúð í Keflavík og maður býr í Njarðvík núna. Já, ég get alveg sagt, ég læt... Þetta er lendi í sama og ég lendi á Selfossi 2010 með að grýtt úr bænum. Eftir 2 mánuði, þú ert eftir að lendi í nákvæmlega saman. Bjóstu á Selfossi? Já, svona 2 mánuða skeið. Leiðir ekki illa? Ég frábært í dag. Ég fann bara einhvern veginn frábært bær og gott veður og svona, ég leiði svo ég var ekki velkomin á. Já, þetta er svolítið með kela. Það er svo hjá mig í Vesturbæ. Ég náði ekki Leo Árnasinni og Tómasi Þórótsinni á mitt band og þá var þetta brekka. Þá var þetta brekka eftir það. Ég læt Magga Þorsteins vita þessari sendingum frá þér, Kili. Þér er ekki búið á Ungó næstur um Ég máleika fyrir hann. Stæðin. Já, það verður illa að tekja móti Kila á Brons. Eitt frá Gísla og eitt frá Teit. Ég er paddísmaður, þannig að mér Já, ég líka. Já, ég er enda ráinni svona minn staður. Meiri ástriða á paddís, sko, en Brons er frábær staður. Er ekki paddís ennþá í fullu fyrir? Jú, maður er nokkuð sinni að loka pöttunni. Loka pöttunni? Já, það er paddís, skilur það, hún er opinn aðeins lengur. Við köllum þetta paddan. En byrja á Brons og enda á paddís. Já. Þetta er svo Akureyri, það minn byrja á götu og fóru svo pósthús. Já. Byrja á píanónu og endur svo ykkur reyfi þarna til 7. Nú, Vamos, er það ekki alltaf aðra dagili? Vamosinn er bara svona daginn. Sjöfull er þetta fast, maður! Svona á hann að vera. Svona á ekki að vera eitthvað bara dúlla. Bara hopp upp og bomba. Ég er bara eins og í stóra leikinum. Fiska fríkost, stillu upp. Það er ekki að segja neitt. Þetta er alveg vopn. Er þetta flott skota? Já. Óðinn. Ég held að þetta væri Teitur í smámaður. Það er ánægð með eitthvað, við erum að halda hérna gæðunum í þessu, sko. Já. Byrju, var ekki línan að Epic hvað? Yfir 30 og... 8,5. 38,5. Ok, við erum alltaf að fara yfir það. Þannig að það er yfir markaðistur verður hver? Það er, sko, eins og staðan er núna. Ég held að Þorsteinn Leo bara er á góðri leið með að klára það. Já, Orri, hvað er á það? Er ekki Orri bara með eitthvað 2 eða 3 eða eitthvað? Er ekki Þorsteinn Leo að segja 11?
Sko 11 með 5, Viggo með 4 og Þorsteinn Leó með 4 sko. Þannig að Ok, hann er maður fyrstur til að láta reyka sig út af hjá okkur? Já, hvernig stendur hérna leikurinn? Ég er að pælja epikleiknum. Já, ég var náttúrulega að hugsa. Það er enginn búinn að láta reyka sig út af, er það ekki? Það er enda... Ég setti í síðasta leik, enginn myndi fá 2 mínúna. Ég svona bjóst við bara eitthvað eins og í þessu. Við erum eina 2 mínútur. Hver er það? Já, nákvæmlega. Maður sjá, það er hérna Já, ok. JD. Það er alveg klippeitt hérna á Vísi. Það er rauðaspjaldið á loft og mynda elliða. Kunna þetta. Já. Þetta var skemmtilegt. Orri er enda Herðu, hann er að hérna... Ég held að það eru margir farið á Óver og Orra. Ég held að þetta sé að hérna... Hann er reiður eftir að fór í öxlina á honum. Já. Hann er líka... Orri er svona svolítið eins og spinnerinn. Jón Karl Björnsson. Já. Willem Tvæja jafn á móti Fæðan. Rúnar og félagar. Er ekki Rúnar á garðinum? Jú. Já. Eins og bróðir hans Guðjón Árni Antoníusson. Ha? Hálfbræður. Já. Og Maggi Matt, er hann ekki á garðinu líka? Jú, og Jóhann Birnir og þeir eru hörkuleikmenn. Ég held að Hötti Sveins Minn uppbóls er Knútur Rúnar Jónsson. Nei, ég er ekki viss með Hötti Sveins. Manstu þetta Knútur Rúnar Jónssoni? Nei. Það var minn maður. Var hann á miðinni djúpur að dreifa. Þeir voru rosalega kannada. Daniel Einarsson, Gretar Einarsson, kom allir að það sama heimilinu. Það voru fleiri, ég man ekki Björn, ég man ekki hvað er hétu fleiri. Nú, hvor myndi hafa dúó í slag, Kjell og Hjörvar gegn Naflanum og Ponsunni. Ég held ég á Ponsan. Það þú og Ponsan? Nei, þetta er tím. Þú voru ekki að lesa. Lesa, þetta er máli með unga kall með þetta og lesskilning. Bara lesskilningur er oft engin hjá svo krökkum. Þeir ráða ekki við venjulega, bara lítið texta. Það var ég og Hjörvar. Já, við 2. Heldur það? Já, þú ert sko... Hann myndi fleia mér á Naflan og hann myndi fara á þig. Ef þú ert í svona reiðagýri sem þú ert búin að vera síðustu mánuði, þá er ég reyndar hræddur við þig, sko. Og svo ertu stundum... Það vantar 10 í 4K subs. 7. Come on. Birkir Vagn Ómarsson, er ekki komin tíma til að sleppa miðjunni í handbolta? Vill fá álit Ponsunar. Væri til í gömlu góðu uppstillinguna, en það sem þetta er komið þáka. Sleppa miðjunni spyrir. Já, eða bara sleppa að hafa miðjunni, hafa þetta bara... Já. Ég held að það er erfitt að hæja leik sem er búið að hraða, sko. Línan er dottinn, 38 komið. Já, halda þessu. Hvað fóruð, mínus 21,5 eða? Það ekki? Já. Er Orri komið 5? Er Orri að hérna... Við varum að klappa fyrir sérsveitinni. Já. Allir er sérsveitinni. Þeir eru ennþá sko 23 mörgum yfir og þeir eru ennþá að berja. Þeir eru að berja. Sjáu taktin. Þeir eru að berja. Og Bjöggi ver! Bjöggi! Vítakast! Og Viktor Gísli trúir sig. Og Bjöggi, hann er búin að sjá allt áður. Hann risti bara auðvitað. Vá! Tjekkum á þess að vösta. Hann er fyrir honum. Sjáu, bam! Exit. Stóri maður skemmir þetta. Og er hann ekki að fara hendi hat-trick og verja þetta víti? Hvað er Bjöggi? Come on. Já! Wow! Gæ, sko. Nú spyr ég þig bara, Hjörvar. Hefur þið séð þetta áður í Deyrarnesinu? Já, ég sá þetta náttúrulega í byggjurústurunum 2003 í leiknum fræga. Já, mútið afturleiku? Já, það var rosa. Og svo var skipst á höggum. Binnamenn. Já. Binnamenn, þeir höfðu betur en þeir. Binnamenn. Býtum var þetta mótið afturhaldingum, mótið hverju var þetta? Afturhaldingum. Þarna byrjaði þessi slagsmála hefð á byggjurústarleikjum í handboltanum. Sko Mosó-brósarnir, þeir voru rosalegir í slagsmálum á þessum árum. Ég man eftir þeim hérna úrslitunum 99 á móti FH. Heitur. Þeir voru gjössalega trilltir. Þeir voru gjörsamlega trilltir. Þeir voru bara sendi grátandi og kottan á meðan við fórum með dolluna í dýró. Dollan í Deyrarnesi 2003 maður. Þetta var rosa. Eftir sársökan 2001. Sá þess að sendingu í Janus. Hæ? Seta hann á teit og... Þetta var... Fáum eitt frá teit. Við þurfum eitt frá teit, já. Nú, Björn Harðarsson er að biðja Aura Coins. Aura Coins. Menn er að tala þetta Aura á, væntanlega sérsveitinni þá? Já. Þeir eru ennþá. Sjáu. Það er hérna.
hugsa ykkur að vera hérna, hugsa ykkur. 23 yfir. Þú ert fucking, þetta er líka, þeir eru búin að standa allan tíman. Ég ætla að prófa að taka inn hérna. Ætli að með ekki party hard í Zagreb, þetta er ekkert Malmö-stöf. Nei, guðminn ekki. Það er líka, þeir eru ennþá, shit. Þeir eru alltaf að. Boltin er ekki leik, það er ennþá, shit. Það er ekki. Það er ekki skrítið þessi að drull á sig kúkurandi maður með þennan þrýsting. Já. Sóknir er ennþá, ég get ekki með það. Sko, þú búin eftir einhverjar 30 sekúndur. Ísland! Það viti alltaf að Bjöggi verið það bara. Úff, þá þarf ég vantilega að tromma meira ekki. Þeir eru ekkert hættir. Eða, hvað? Veitu hvað gera? Herru, hann heldur á þessu á öxlunum. Herru, hann er kannski með 20 kílóa trommur hangandi á öxlunum og lemur þetta non-stop. Ok, þessi sérsveit er ekkert að grínast. Já, sko, fór í flug klukkan 7 í morgun örglega, sko. Herru, í vítunum þá var hann hérna. Já. Herru, ég hvíli svo. Já, þú hvíli svo. Þá er þetta bara Ísland, ding, 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 Ísland, ding, ding. Og svo þegar við erum með defense, þá er það ring, og svo ég tók Það kemur Teitur. BAM! Þetta var skotið. Hann fær eitt í viðbútt. Hann sá línuna fyrir leik. Hann hefur séð línuna fyrir leik. Aftur. Æ, Teitur fara fyrir hlaupið. Herru, við þurfum líka að passa línuna okkar, sko. Já. Eitthvað þvælu. Nákvæmlega. Og þeir nú voru bara sérsveitin. Já. Ding. Og síðan er einn að kalla, það er ekkert að gerast. Svo eru stundu svona, svo eru þeir svona líka. Nú er hérna. Þetta er tapað. Já, þetta er framjá. Hann hefði nú getað gert tegin aðeins stærri þarna. Sko veikleik. Teitur upp. Ok, Sveinn Jónsson. Já. Helsti veikleiki hans Bjögga hefur alltaf verið hotnin. Saman því, hotnin. En hann hefur samt tekið svona yngri hotnamenn í deildinni. Gefið þeim annað hotnið. Já, hann er ekki veikleikin meira svona einhver skotur utan. Jó, ég myndi ekki segja hotnin. Hann er nefnilega hefur tekið sérstaklega þess að yngri ólistildaleikmenn og alveg sko. Ótt með mjög svona orthodox hreyfingar líka. Já, er ekki þessi lína að fara að detta hjá okkur? Já, Janus hana, kemur á blindu liðina. Og Bjöggi séu hann hana. Hann saltaði Bjögga. Já, það var vel gert hjá hann. Teitur á eittinni. Teitur er að fara í skotið. Osmani Periz. Ekki góð hotnastús, bara út á skittun og necklace. Eru Janus? Ég kom með valsmennar núna með mér hann. Já, ertu komið með bongoið? Það er stemning. Parti í stúkunni. Það er parti í stúkunni. Hann er hann. Teitur! Jésús maður. 2 klikk undir lokin. Það er ekki flók. Sá fekk færi og hann er að setja línun okkar í alls konar vesen. Hann er að kveiki í þessu. Hvað er að gerast? Ding. Það er 21,5. Þeir horfi ekki. Sérsveitin allan tíman. Hann kostaði mig peninga. Anskotin. Þetta var ekkert sérstök loka mínúta maður. Teitur að klika tveim að Núna ég sé á Snorra. Sjáu, heyri. Heyri. Það komið bongo. Högnum sigur í sann. Já, sigur. Þessi er góður. Herru, við markmannsbúning. Þetta er örugglega Rikla Bygdós, hann er rauð. Þetta er rosalegt. Sjá já. Sjáðu hvað Hensson er stóran í grátinu. Og stoppa núna búlis, við viljum bara bongoið. Nýta sér Adidas. Hann er official
sponsor Jón Gunnarsson spyr hvort verra hver sponsor sérsveitarinnar? Hansen. Já. Sko, hvort meira soft að halda fyrir nefið og tekur sopa af sterku víni eða að stinga sér á klóið þegar að sameiginlegur reikningur á leiðinni? Stinga sér á klóið. Halda menn fyrir nefið sterku víni? Ég að heyra það vilskiti. Já, er það ekki eitthvað skrítið? Já, áttu þá ekki bara að sleppa þessu? Já, eða ekki komið til. Já. Þetta var geggjaður sigur. Geggjaður. Þvílíkur karakter. Next up, Slovenia. Karakter. Elli, skemmtilegt. Elli mannleiksins. Hei, farið á RÚV-stjörnur núna og veljið mannleiksins. RÚV-stjörnur appið. Farið á RÚV-stjörnur appið. Ég ætla að downloada þessu núna. Smáforritið niður hafið smáforritið. Við ætlum að tjekka hvernig þú fór í RÚV-stjörnur appinu. Naflinn. Við verðum að kjósa. Það var alltaf Akkur ekki með þetta? Það var alltaf gaurabla sem utan á landi sem vinnur þetta. Sveitin fer og velur hann. Var ekki selfisingur sem vann þetta í fimmtæðin? Ekki vann með þetta samt Mosfellsbæinn. Já, ekki vann með þetta Mosfellsbæinn. Þeir eru alltaf búin að vera með Grímsby í dag. Framlengdan. Þetta bara þvílíkur dagur fyrir Mosfellinga. Það Grímsby dagurinn og svo þeirra maður að raða þeim inn. Herru, sérsveitin, hún ennþá núna? Nei, hættu, við erum... Og það Sigur, það hérna Sigur hringurinn. Og svo, nei, fokk, sérsveitin. Nú eru leikmenn að koma aflega í átt að sérsveitinni. Þá getur ekkert hægt að tromma. Nei, það verður ráð. Þau klappa þessir. Það eru 6 í boði hérna. Hvað líður þetta? Það þekkir enginn þetta fólk upp í stúku. Enginn, þetta er 0,5, fáum fleiri upp í stúku. Vélinnar Myndstjótt fáum við Sérsveit nærmynd á sérsveitina. Nei, þekki þessa leiðinu Sérsveitina. Herðu, ef við ekki velja við getum ekki velja Bjögga eftir að hann skemmti þetta fyrir okkur. Veldi einhvern utan á landi. Hvernig ætlar að velja þetta sem mannleiksins? Bara svona þá tek ég, ef út af landi, það er bara einn utan á landi og það er Elli Snær Viðarsson. Elli, hann er vel að þessu komið. Sko, hvað verður að sína þessa sérfræðinga þegar sérsveitin er núna syngja og tralla lagði á sig þvílíkt ferðalag. Ég meina að hugsa þetta eru gæjar eldri en ég í sérsveitinni búin að berja og vakna kl. 7 morgun. Þeir vöknuðu kl. 4 í nótt. Já, 4 nótt. Búin að berja sko ábyggilega í og það að fara í beint í eitt svona. Já. En sko, svo bara, herru, ef ég eitthvað skemmt þetta kvöld. Jú, herru, ég er bara búin að berja verða í kvöld. Akkur er ekki að velja sérsveitina sem mann leiksins á RÚV-stjörnur. Nákvæmlega. Það þurfum að kippa því í liðin fyrir næsta leik. Er hérna velkomandabónus hjá Epic? Er episkur velkomandabónus? Já, það ekki? Já, það er hérna 100%, hérna er ekki hérna fyrir nýja. Jú, ég var bara að gera grín, það er bara einhver sem er á YouTube. Einhver furðulegasti veðbanki heima. Velkomendabónus. Já, ertu ekki að tala hérna með einhver svona tölvu eða svona? Já, einhver svona AI. Já. Eina hérna. Herri, ég var að fá því praise hérna, Eirík Fjalar. Herru, dutti eitthvað sem best við okkur. Fáið hérna. Herru, hvernig fór ég á dölunum og dítölum? Allir hafið þetta. Danirnir hafi klárað þetta. Sjá það hérna, ég skal segja það Hjörvar. 38 Danmörk, 20 Ítalía. Ítalía samt með 20 mörk. Já. Það er meira en Kúban á því. Er þetta ekki í Danmörku? Nei. Jó, Danirnir eru að spila í... Já, eru í Danmörku. Það er hérna, getum við fengið síðan hérna bettinn, hvernig... Þetta auðvitað var langt bestur, eða ekki? Það hefði nú haldið. Herru, hann æfir alveg rosalega Snorristinn. Hann er alltaf, hann er hérna í afrek. Já, það er svona woke-rekt ykkur. Já. Bara það sem að bara... Góða fólki ekki hittist. Já. Hann er hérna orðin allt í öllu. Og hugamann. Já. Þetta. Já, hann hérna Teitur klikkaði hjá. Hei, strákar, hefur ekki hendi NFL-són, ég ætla að horfa hérna á NFL. Við framleggjum þetta, það er NFL eftir hálftíma Jórar. Þetta er ekki the wildcard weekend. Sjáu seðlinn sem ég fekk hvað mesta skítinn fyrir. Teitur, hann klikkaði á mér.
Gísli, under. Já, þú... Það er rosalega, það er hérna Kahonis að hendi under, ég gefi það. Já, ég var með under og Gísla í dag og under og Sigvalda í fyrsta leik, þannig ég er svolítið bestur að finna underbettinu. Það er rosalega að koma sér þá stuð að þurfa að hate-watcha einhvern leikmann íslenskan landsliðsins. Nei. Sko, Pónsa, þú stundur kallaður kardióhlungurinn. Og hérna, væri í næsta leik hægt að fá þig sem eins og í sérsveitina og við myndum mæla bara setja hérna úrið í gang, trakka kaloríunar og púlsinn og allt rastlið. Ég væri til að sjá þig í skyrtu og sjá bara ljósblásuna skyrta. Gunnar að taka viðtalið? Kardióhlungurinn, já, ég skal bara taka því nafni bara. Kardióhlungur. Það er rosalega. Stráka, menn að fara downtown í kvöld, 100 p. Sjáumst á 9. 7,2 alkohol level þeirra mun ekki ná að halda þeim vakandi. Já. 7,2, já, þeir verða að meina, þetta er pilla. Vilja meina að við sem ekki nógu mökkaðir. Já. Ef við skildir rétt. Ekki nema eins og í prómilum, sko. Þá varum við náttúrulega sennilega áfengistöður. Já. Herðu, þetta var ótrúlegt og Snorri Steinn í einhverjum mögnuðu viðtali núna. En mótið byrjar á mánudaginn. Já, við verðum svolítið að fá... Þá byrjar þetta. Ef við töpum þá, förum við þá okkur hræðilega leið. Nei, þá erum við búin að setja okkur upp í gamla góða vegginn. Þá verðum við að vinna bæði Egypta og Króata. Þannig að sigur á mánudaginn, þá erum við komin í svona góða stöðu, myndi ég segja. Þá erum við búin að koma okkur í þá stöðu eitt sigur á móti Egyptalandi eða Króatíu. Þá erum við komin í áttalega, öllum líkindum. En hvað við lendum í öðru seti, hverju fáið þá líklega? Í millirilnum? Öðru seti í millirilum? Fransi. Það var frakkanir. Það væri þreytt. Við verðum að fá hvað, Ungverið á eða? Ungverið eða Holland. Þurfuðu þau ekki svolítið að vinna en helvits milliril? Jú, það er svona sviðsmyndir sem ég var búinn að teikna upp. Svona í minni vinnu. Má ég svona naflan tjögga bjór? Já, það er ekki þannig. Það er létt yfir honum Ægi. Ægir Viðars. Já, Ægir Viðars. Það er fylgur kongur, ég er ánægð með hann. Það er Dúborg. Já. Það verður Super Bowl Zone. Þú ætlar að vera með eitthvað Super Bowl party. Nafnin er alltaf að vera einn eftir með Sónið. Nei, hann er að tala um Super Bowl. Tala bara út í eitt. Super Bowl Zone. Já, ekki fara langt, kæri vinnir, og eftir sendi þá heim og verð einn hérna yfir Kansas-leiknum og síðan byrjar annar leikur klukkan 1 og við fylgjum þessu öllu. Fyrir ykkur sem er ekki klárar á þessu, þá hefur kortlið 4 tilraunir til að fara 10 jarda og sko það er notið yfir 3 tilraunir og sparka frá sér í 4. Já. Til að koma sér í betri varnarstöðu. Já. Taka fíldgólið og fá 3 stig. Allt í henni væri það síst að fá 3 stig. Svo ég gerir stundum, þykist ekki að fíldgól. Já. Og búm, kemur öllum óvart. Öllum óverum. Sko eins og Edelman í New England Patriots, hann kastaði nokkrum playum sko. Já, það var Julian Edelman eða eitthvað bliss. Já. Gáði tilbaka á hann og það var rosalega þrenna, hann, Gronkarinn og Tom Brady. Aldrei vekja mig. Hjöppa. Þetta er hún Hjördís Hjördísdóttir. Hvað þú segir? Hjöppa. Í höfuðið á þér. Já, það er verið að kalla þetta í Super Bowl. Sjáu, það er gríðarlegur áhugi á NFL-deildinni. Hann er aukast alveg svakalega mikið. Nei, sko, þeir verða á, sko, í þessu leik, 40-19, hvernig verða það á móti Slóin? Þegar allt er undir. Veistu hvað var erfiðast? Það var hann að sóknir svo 1,5 mínútu og taka 1,5 mínútu þessu. En svo sá hann var honum þreyttur, þá fer hann að dreifa álæginu, sko. Þetta er miklu svona léttir hreyfing heldur en að vera þetta er meira flæði sko. Já. Herri, við förum ekki verið að fá hann 3 viðbútt. Leo Reynis, þetta er búin að subscribe. Hann er klár. Þið allir strákar múin að subscribe. Ég er búin að subscribe. Fólk á Íslandi subscribe-ar ekki á YouTube. Fariði og subscribe-iði. Ég gerir það. Það er gott stöf. Subscribe. Já. Ég þarf 3. Subscribe. Hvað varðum janúar blöðnafli? Það var að lofa því. Ég var búin að lofa Kristoffer Day í janúar blöð.
Ég veit ekki það, ég sveikaði fyrstu helgin í janúar, síðustu helgi og Var þetta ferðina frægu til London og þá var ákveðið Sko oft hringdi mann í janúar, blöð svona 17. janúar og hann bara, blessaður og bara, maður heyrði bara þetta sound þetta var bara fyrir ímyndina þegar bara, fólk bara þjóðin einhvern veginn stóð með honum alltaf í þessu og hann var alltaf bara með þjóðinni svo var hann bara svindreitn og taka símtal sko Heilsa nummer 1 Akkurat hjá blöðaranum Nefnilega janúar er nefnilega miklu blöytari mánuður en margir halda Já Þú tókst þetta með Ef þú ætlar að vera með eitthvað svona leikþótt gerði þetta frekar í febrúar sko Já Slepptu við bara að gera þetta Erðu ennit maðurinn að hella niður hérna? Nei, ok Já, búið New subscribers! Gets in 4K Got in 4K Bang 4K Bang 4K Nú þurfum við eiginlega valsbóngóið aftur Getum við fengið valsbóngóið aftur Já, þetta Þetta er komið í gang Herri, sáuði sko, þeir sem eru með okkur á YouTube eru alveg svo ungir þeir muni ekki eftir Kuma Moto 97 en Hörður Unnsteinsson fann lagið úr mótinu Já, ég sá One Ball, One World Já Það var rosalegt Ég elska það að menn finna eitthvað sem þeir ætla sér að finna ég veit ekki hvernig hann fann þetta Nei, mjög óvandri átt að hann hafi einhvern veginn fundið þetta Já Það var iconic mót líka Já Það var rosalegt Mörking Það er okkar besti árangur á heimsmeistaramóti enn þann dag í dag Eftir 5. sæti Wow Já, janúar blöð Það er búið Það er búið Búið að skemma hann Það er búið að stutta því koncepti Það kemur janúar eftir þennan Hvað segirðu? Mæti Ragnars bara mándi Já, ég held það, já Fá hann með sína Já móðu nærvöru Góða orku Mótið byrjar á mánudaginn maður Passa dekkið á stólunum Já, það er hárrétt Það er mjög tæft hérna En við förum aðeins í handboltumræðartætti og Keli svona mánudaginn mótið Slóveníu eftir þennan leik erum búin að sjá núna 2 leiki Hvernig er okkur að byrja? Ég er Aron byrja alltaf Ég hef að byrja frekar með Janus heldur en Gísla bara með hvernig erum nú vera Viggo er alltaf í liði en fer hann ekki Sigvalda og er ekki verið ekki þar Ég held að leiti í Sigvalda Þetta er varnarmaður líka Hver á línu? Já, eða hvort hann byrji bara með Elvar og Janus Frekar en Aron? Já, Aron kemur svo bara inn sko Setja bylgjan Já Ég er svona hallast að því við gerum það frekar að Elva byrji bara vinstra megin og Aron kemur þá bara fljótlega inn Herri, voru þið búin að heyra Gísli Þorgeir hann er búin að biðja leyfi að fá að vera nummer 47 á mánudaginn Já, þetta fyrir Donald J. Trump og hann, mamma sér utanríkisráðherra og mamma svo að biðja þetta vera nummer 47 svona til að styrkja samband þjóðana the special relationship between Iceland and the United States Það væri skemmtilegt Það er alltaf að vera nummer 47 Já, það væri fallegt, svona nice gesture Já, að sjá hvort að IHF samþykki það En þessi beiðni liggur inni Þessi beiðni liggur að inni Hann liggur Og Mustafa, hann er að fara yfir þetta núna Hann er alltaf klárið í það Hann er stemningsmaður Atalanta er uppni jafna Það er svoleiðis Ademola, Luke man Nú Það er nú ansi líklegt að minn maður Makka, hann er góður í klötsinu dúkki upp og maður hefði nú séð nokkur klötsin frá hann Hvað ætti Aron Pálmarsson sé að segja í viðtalinu nú? Logi að tala við hann Logi að tala blessaðinur Mástu vorum að rífi lóðin saman í krikanum í gamla daga Hvernig umgjörið er Logi með? Þetta er rándýr stöð Ég held að það ekki neitt Við sem erum með styrki í okkar glerum við erum ekki sáttið með þetta ekki hoppa okkur magni og getur ekki verið á honum Það er nú bara þannig Þú veist ekki vera með eitthvað fake gleru með einhver styrk annarkort getur þú verið með gleru eða ekki Ert þú með Ray-Ban? Hvað er þetta? Ég er Ray-Ban Four Eyes Hefur þú verið með bara gleru síðan mannstiftir? Já Þannig að þú ert alvöru Four Eyes Það er bara þannig Ég fari í nokkrar aðgerðir En varstu með Horace Grant? Nei, ég var með gleru og síðan svona íþjóðgleru Varstu með Horace Grant? Ég spilaði með Höttabrið ennþá í bara öðrum flokki Hann var bara með umgjörðin á sér bara
Hoppa aldrei upp í skallabolta sko. Nei, ég var alltaf að fokka upp glerunum. Ég var alltaf með bara svona sem gæst púsla saman. Maður var alltaf bara að fá boltan. Kannski fengið svona Seedorf-gleru? Jú, ég var með, þú veist, ekki svona, þú veist, jú, það var svona umgjörð var, þetta var þannig íþróttagleru, sko. En síðan var maður líka alltaf bara gæst púsla þeim saman. Maður var alltaf bara upp í fótbolta í skólanum, fekk boltan í hausinn og fór síðan bara upp í glerunabúð og liflaga þetta. Kóngurinn að henda í takk, Kristján Einar, formúlu Kristján Einar. Já. Eru þið búin að sjá þættinum Ayrton Senna á Netflix? Nei. Tjekku því. Heimildamyndin er betri sko, þetta er fínt. Þetta er fínt. Ég er bara búin með 2. Hvað heitir aftur þarna bíómyndin sem við gerðum þarna? Það er bara, hún heitir bara Senna. Hún er geðveikt. Já, hann eftir líka. Já, verður að sjá hana. Hún verður að sjá hana. Nú, menn spyrja hvort sé viðurkennd umgjörð. Við ætlum ekki að fylgja þessum leikjum eftir í fótboltanum. Þeir bara klárast þegar þeir klárast. Nú, búið langur dagur hjá Kela, hann hefur ekki unnið svona mikið bara síðan að, já, bara aldrei. Ég vann 13 tíma á mánudaginn. Wow. Það verið að flytja inn í nýtt hús í Lindunum, kallið minn. Hver er það? Hver er að flytja það inn? Ég veit ekki hvort ég meini segja nöfn og eins mér að vinna fyrir, sko. Hann er með discreet policy, sko. Hvað merkir þetta hérna sem Kári er í eitthvað? Þetta er TT Suits, Þorgrumur Smári bróðir Becca Ólafs. TT Waterfire. Er ekki Kári svona eins og ég og Ponsam? Við þurfum alltaf að fara í High and Mighty að vesla. Jú, axlir, þessar axlir. Gilsson lungaði svo alltaf svo að geta bara kemst sér föðt í High and Mighty. Þetta var í Smáranum hann. Og langaði að svo kaupa sig út svona algjörun oversized leðjaka úr High and Mighty. En það er eitthvað búð, það er eitthvað nýbúðan í Holtakurum, ég maður ekki hvað hann heitir, sem er svona fyrir stóra stráka. Ég er að spáði að fara að mæta það. Það er geðveikt. Státi á eitthvað, já, stát. Mér langar rosalega allt og stóran leðjaka, við skoðum við. Þú er flottur svona leðu frakkar. Já, leðu frakkar. Alltaf að láta einhvern vera með sippun, alltaf að láta einhvern kveikjón, kveiktífun, þetta er ekta leður. En ef þú átt geðveikan leðjaka, þá átt ekki að róta einhverju í jökkum. Þá er bara alltaf í þessum leðjaka. Já, ég hef eins og nátt geggjaðan leðjaka og ég var bara í honum. Kongur að vera í frakkanum á Íslandi. Hvað segirðu? Leðu frakka. Kjartan Másson. Já, iconic frakki. Þeir eru með fleiri. Var ekki Reynir Tröstastundum við? Var ekki Sævar Sisielski, var hann ekki alltaf leðurfrakka? Yfirburðar leðurjakki á Íslandi, Ásgeir Sigurvinsson. Hann lét ekki sjá sig neinstaðar nefn í þessum iconic leðurjakka. Búlis geti hjálpa mér, ég geti skert Ásgeir Sigurvinsson. Hann er pottið myndaðum á Google í þessum iconic leðurjakka. Þetta er besti leðurjakki. Ég var mikið spáð að hringi í hann. Bara hvar fæ ég hennan helvítis jakka Ásgeir? Hún hlýtur að vera ykkur staðar hana. Veit ekki hvaða leðurjakka er þetta? Svo náttúrulega Gylfi Ægisson líka. Já, talandu Katalínu. Verðum að finna hann leðurjakka sko. Hann er svo fokkin trilltur. Það er ótrúlega að hann hafi stýrt landsliðinu og ekki verið í leðrinu sko. Hugsið hvað hefur verið gott. Landsliðsþjálfari í leðurjakka. Arnar Guðlaugs mun potið pröða eitt mann. Já. Það verður hann. Hvað er hann? Sko. Býtum við, er þetta leðurjakkin hérna? Ég fann hann. Fannst hann? Já. Ásgeir stoltur og ánæður. Af leðurjakkanum. Hann er hann í leðurjakkanum. Stoltur og ánæður með leður. Sér stíll í hann. Í leðurinn. Hann er, þú veist. Þarna er hann með landsliði, væntalega. Já, bara mætti hann í erja gallanum undir, bara að fara í leðrið yfir. Já. Já, þarna í þessi leðurjakki, þetta er leðurjakkin. Þetta er fokkin trilltur leðurjakki, en bara þessi mynd gerir þessu engan justice, þetta er miklu betri jakki en þetta. Er þetta grænn leðurjakki? Nei, þetta er svartur, hann er bara einhvern veginn, þetta er geðveikur leðurjakki, sko. Djöfullina sé ekki til heilt shot af þessu leðurjakka. Við þurfum að fara, hérna, fletti í myndaalbumum og græja það. Hann er ekkert á Facebook, Nei, hann er ekki á Facebook. Þá væri líka alltaf eitthvað lið frá Þýskaland og Belgíu og Böggan, sko. Já. Hvað? Lessið misteri. Ásgeir Aron, það sé ykkur myndir þar. Ég held að vegum hann að leiða ekki, sko, hann er djöfullin, maður. Er það ok? Já. Býtu. Hann er komin hérna í einhvern léttan jakka hérna. Hann keypti sér einn annan léttan jakka. Hvenær keypti hann sér hann létta jakka? Hann lét mig ekki þetta því. Nei.
Ég skil þetta nú ekki alveg. Á hverju var hann að kaupa sér að létta jakka? Ég bara í svona 7 kílóa leðurfrakka. Já. Það var erfitt að labba í þessu. Það var mjög mikið vesen og bara vesen hvert sem hún færð í þessum jakka sko. En við förum að kalla þetta bara gott í dag. Ég finnir myndir af leðurjakkanum og með heyri og Já, það er náttúrulega alveg sjáu samt í þessari mynd sem við fundum hvað þetta er geðveikur jakki. Ég finn lyktin á hann. Leðurjakki er miklu flottir eða dökkarur sko. Nú, séu það við Dolph Lundgren. Já. Bara eitthvað ákveði lúksmúrt með þá sko. Sko, Marel Baldvinsson engu í síðum leðurjakka. Já, flottir þetta. Já. Hann púlaði nú allt bara hann förum varlega orðin með þetta Það styttist auðvitað í NFL-ið. Já, þú ert að fara heim. Þú ert að vera þetta. Já, ég ætla að vera hérna. Ætlar að taka hann á Nínu? Ég efast að Nína sé að sína þetta á laugardagskvöldi. Eða er partybingo með Villa Vill? Já, það er sennilega eitthvað svoleiðis. Það var alveg partybingo. Já, það var rosalega partybingo. Við þökkum fyrir okkur Ísland og við mætum aftur á mánudaginn. Verið sæl.